þá klukkan orðin 4 hér við rauðaborðið í eftirmiðdegi á föstudegi, þá höfum við það sem við kallum vikuskamt. Þá förum við fréttir vikunnar og fáum til þess hjálp frá góðu fólki og þannig það í dag. Hérna Saga Kjartansdóttir sem sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum hjá Alþýðusambandi Íslands. Velkomin. Takk. Borgar Magnússon, bassaleikari og tónskáld. Og Pétur Ben, tónlistarmaður. Hvað til hugtak á hvað þetta? Singing songwriter? Hvað það kallað? Ég held að þetta heitir Jack of all trades, master of none. Já, eins og kóngurinn sjálfur var það. Já. Og Lína Thoroddsen sem klippari. Passar. Já, það skemmtilegt. Með bassaleikar og klippari finnst mér eiginlega með betri starfsveitum. Já. Ef ég kynna klippa eða kynna bassa myndi ég nota það. Herðu, það var að þetta stórfrétt, heimsfrétt inn, að Hæstiréttur Bandaríkjanna 6-3 var að fella úr gildi megni af öllum tollanum sem að Donald Trump hafði lagt á. Vel gert. Já. Og það var svona svolítið beðið eftir þessu, þið kannist við það, hvort að það væri eitthvað svona kerfi í Bandaríkjum sem geti stoppað kallinn. Og svona tilraunir hans til eins svona valdaráns. Og það voru svona álitamál hvort að Hæstiréttur sem hann hafði náttúrulega valið stóran hluta af dómarunum, hann mjög hægri sem þessi réttur, hvort að hann myndi beygja sig undir Trump eða veitur aðhald. Já. Og ég held að þetta sé bara risafrétt, að það er ekki öllu hent út, það má hafa tollað eitthvað á stáli og eitthvað svona dóti, en megnið af þessu, það sem hann alltaf með eitthvað svona, það er bara ómark. Já, Þið fagnir þessu? Eða? Já, þetta er náttúrulega frétti fyrir bæði Bandaríkjamenn, aðalega Bandaríkjamenn held ég sko. En ekki þið á móti tollum með það? Það bara á móti Trump? Ég held að. Og 100% tollanir sem hann hefur verið að tala náttúrulega, þetta er svo margt sem er bara svo átlendis og ég skil ekki okkur, þið voru ekki löngu búin að gera eitthvað í þessu, saman fyrir að halda upp þessari óvissu. Það tekur náttúrulega eitthvað tíma að koma þessu gennum dómskerfið árið það kemur fyrir Hæstarétt. Já. Hvað það búin að vera lengi í 13,5 mánuð? Eitthvað svo leiðis. Ég held að vera í maí dollanir. Ég held að íslenski Hæstiréttur myndi ekki standa þessi svona vel. Býtu, hann er búin að vera í völd í hvað ár? Já, svona 13,5 mánuð. Það líður eins og þetta búin að vera svo 10 ár, sko. Já, hann er langt eftir, sko. Ég veit. Mér er svolítið vera, sko, með allt sem hann gerir, þá finnst mér alltaf að hljóta vera einhver söguþráður á bakvið það sem er ekki sá sem við fáum að vita. Á hverju hann að hækka tollana? Eins og bara áhrifin sem að upprunalegu tilkynningar hans með svo ofurtolla hafiði á hlutabréfamarkað. Sveiflan sem kom og þá þeir sem að keyptu eða seldu eftir þörfum þegar það kom og svo dróðu það tilbaka og þá keyptu eða seldu eftir þörfum og stórgræddu. Það kom fram að það voru margir í kringum hann sem að stórgræddu þessu. Já. Þannig að eina sem ég veit hann er að honum tekst alltaf að græða á öllu sem hann gerir. Ekki í sögunni, hann skítapað á mörgu. Hvað segir þau? Nei, ég meina í þessum sko tikturum hans sem forseti. Já, hlýtur maður ekki bara að segja hjúkætt, eða þú veist. En að því að þið ert bara móti Trump, eða er þeir illa við tolla það? Nei, en er það spurningin? Er það ekki frekar, sko, er það ekki þingið sem að þarf að taka þessa ákvörðun? Er það ekki málið? Þú veist, að forsetinn sé ekki. Já, akkurat. Sem er ekki víst að næði í gegn. Já. Nei, það er hjúkætt að hann komist ekki upp með að bara vera stjórna landinu með tilskipunum eins og einræðis þeirra. Já, er það ekki? Já, ég held að. En ykkur er þetta svona ekki sérlega vel við Trump, ég. Nei. Og hvað er það helst svona sem að Ég held allavega sko að því að þetta er svona ég er nú ekki mikill svona frétta flettari. Nei. En eina sem ég fylgist með er alþjóðapólitík og mér hefur sýnst það svona eftir ef þið sáu ræðu Mark Carney á Davos. Já. Þá sýnst mér að sko að þetta milli stjórnunarkerfi sem við getum stundum kallað Evrópa og Kanada það virðast allir vera bara að skipta gír og hugsa í raun og veru öll viðskipti og sína alþjóðapólitík alveg upp og nýtt út frá þessu sem hefur verið að gerast.
og hann var sko ekki sérstaklega myrkur í máli með það, þú veist hvað Kanada ætlar að gera og vísar líka og Úrsúla talaði líka á sömu nótum og Alexander Stubb að tala á sömu nótum líka sko, þú veist Það er samt svona blæbrigða munur á þessu sko. Svo þetta komin í framkvæmdastjóra NATO sem segir að bara dream on, að þið geti verið með varnir í Evrópu án Bandaríkjanna. Já, en ég held að samt fólk að hugsa bara að það þurfa að hugsa bæði varnarmál og viðskiptasamninga alveg upp á nýtt. Út frá hversu óútreiknanlegt Bandaríkin hafa verið upp á síðkasti. Og ég held að það sé bara hollt fyrir Evrópu að hugsa dálítið sjálfstætt núna. Að því að ef þetta getur gerst í Bandaríkjunum að þú veist, við fáum svona ólíkinda tól í efstu stöðu þá held ég að sé nokkuð ljóst að við þurfum öll að geta hugsað sjálfstætt og út fyrir þeirra hagkerfi og út fyrir það hvernig þau hugsa þar að segja Bandaríkjumenn. Og þóttu við losnum við hann, þá erum við samt að horfa fram á það að það er fullt af fólki kringum hann sem er bara með þetta mentality, þetta siðleysi og þetta er bara orðið ykkur lenskaðan að þeim finnst þetta bara orðið bara status quo og ég er ekkert vissum að fá eitthvað skárra ef við losnum við hann sko. Mér finnst að vissuleiti kosturinn við að vera með Trump, svo í mælunum bót, er að hann er svona réttara andlit á stöðumála í Bandaríkjunum heldur en Obama. Þannig að þegar við höfum Obama sem forseta að þá tókst Obama að láta okkur líða eins og allt sé í lagi sem að var ekki satt. Þannig við erum svona meira sofandi á verðinu með eitthvað sjarmatröll eins og Obama. Þannig að vissuleiti má segja að Donald Trump sé bara hið rétta andlit einhvers kerfis sem að hefur orðið til yfir áratíð. Það var ekki hann sem að kom inn og eyðilaði þessar stofnanir. Pólitíska stéttin var búin að eyðileggja þetta. Lobbyhóparnir voru búin að eyðileggja þetta og gera það kleift fyrir hann að koma inn. Hann kom ekki inn í eitthvað yndislegt kerfi og er búin að vera rústælli. Hann er líka búin að vera rústælli. Já, ég er ekki að segja hans ég ekki búin að vera rústælli. Ég held með við hvernig til dæmis bara New York Times er að fjalla þú veist, hagkerfið og breytingarnar síðan að Trump tók við að þá það eiginlega bara svona talar það hvernig þú veist, bandarísk fyrirtæki eru góð að bregðast við þessum risatöllum og einmitt að vera svolítið fljóta á fæti Af því að þau hafa öll þurft að bregðast við og breytast hratt en einhvern veginn tekist að halda sér lifandi Það er náttúrulega það sem er sterkt við Bandaríkin það er bara þetta kapítalíska hagkerfi en þú veist Já, mér finnst þetta mjög samfærandi það sem þú ert að segja með að hann sé kannski svona réttara andlit einhvern veginn og ég stundum leik mér að því að hlusta á svona viðtöl við svona einhverja maka gæja út í Bandaríkjunum og mér finnst einhvern veginn meira að segja að þeir eru ekkit endilega eitthvað rosalega hrifnir af Trump en styðja hann af því að segja að það er ekkit betra ef það er einhvern veginn sterkur valkostur annar þannig að meira að segja að þessi maka gæjar finnst hann ekkit endilega eitthvað æðislegur En vita það er engin annar sem mun geta fært þeim í allt mikil völd og hann gerir Já og líka kannski bara trúa einhvern veginn trúin á kerfið og stofnanirnar er svo lítil að þeir bara trúa ekki það er engin annar nú sannfærandi kostur, hvorki repúblikana megin eða demokrata megin En hann er líka bara svolítið svona fullkomin leiðtogi fyrir, þetta er svo mikið hjarðsiðferðið sem einkennir bandarísku þjóðina. Þetta er bara svona fólk sem þetta er bara náttúrulega svona kannski svolítið birtingamynd þess sem gerist þegar það er margir sem eru ólæsir og elta bara frekasta og háværasta gaurinn. Þannig að þetta er svona sheep mentality sem er myndast og þau nenni ekki hugsa fyrir sig sjálf og þau velja bara einhvern sem er hávær og bara þykist alltaf ekki gera allt fyrir þau en hann er undir, þú veist, ekki einu svona fela það, hann er bara að vinna fyrir sjálfa sig og vini sína. En að því hann segir bara nóg mikið kjaftaði, þú veist, og þau bara trúa því, þá heldur þetta bara áfram og þau heldur áfram að kjósa hann.
Já, og náttúrulega þegar að það svona mikil þegar að fjármálaöflin einhvern veginn hafa haft svona mikil áhrif á pólitíkina í svona langan tíma og það við erum alltaf að sjá svona vísbendingar það og sjá einhverja svona innsýn og þá þetta missir fólk líka bara trúna, þú veist á þessu kerfi, sko. Akkurat. Já, skrítið að skuli ekki missa trúna núna þegar hann búin að vera að ráðast á sína eigin þegna með þessum æstilþrifum sínum. Hann eitthvað að missa samt, svona stuðning. Það ætla maður að vona. Mér finnst það forvitnilegt, sko, þegar ég bjó í Bandaríkjunum að þá það sem að sameinaði Bandaríkjumenn mjög mikið var, sko, utan að komandi óvinnur. Það voru kommunistarnir, svo voru það arabarnir og það var svona uniting óvinnur og það sem mér finnst forvitnilegt núna að tala við vinið mín í Bandaríkjunum þetta að þjóðin skipt í tvennt. Rosa polariserað, þar sem að það eru semst innanlands, að það er óvinnurðin republikaninn eða óvinnurinn demokratinn og það vantar bara einhvern góðan óvinn, þyrst einhver að ráðast inn og þannig að þau getur saminast í... Akkurat. Og þá er spurning hver kemur inn sem, þú veist, saminningar afleið, sko. Hvort að Trump myndi þá vera það. Kannski er það Trump. Já, Trump var sá sem að... Það er ekki gott. Sem sagt, í fyrra kjörtímabili Trump, að þá tókst Trump að búa til fjölmennustu kvennagöngu í sögu Bandaríkjanna. Sameiningin í hatri sín og Trump fekk allar konur beggja vegna bæði rauða og bláa til að sameinast í 20 milljóna göngum út öll Bandaríkin. Og víðar, ég man eftir þessu og Ítalíu, ég var í skiptinum og þar var ganga. Þetta ekki smá. Þetta voru ekki konurnar í makareiningunni sem voru þarna. Nei. Þannig að þetta ekki sameinandi. Jó, þetta saminaði alla feminista Bandaríkjana í að fara út að mótmæla. Já, gegn honum. Gegn honum. Já. Þú varst eitthvað að tala að vanta eitthvað til að samina bara demokrata og republikana gegn samílum og... Jó, ef þyrfti bara svona alien invasion, bara geimverurnar koma og þá sameinist við öll í... Eina sem getur bjargað Bandaríkjunum árás frá þannig geimum. Allavega sko er borgarastríðið alltaf svona líklegri eftir þessum árin líða, sko. Þeir eru verið að tala svona samanburð á Trump og fyrri forsetum eins og þú ert að gera kannski að ég finna eiginlega ekki munur á honum og Obama, þetta er sama heimsvaldastefna sem hefur verið að reka þarna og sami yfirgangurinn gagnvart öllum þjóðum en það er náttúrulega munur á því innanlands að Obama var ekki að siga æs á innflytjendur í sama mæli. Hann var ekki að brjóta niður sjálfstæði háskóla eða grafa undan fjölmiðlum eða hann stjórnaði ekki með svona endalausum tilskipunum, hann var með tilskipanir en ekki 14 á dag. Þetta er náttúrulega svo klikkar menn sem eru bakvið hann Project 2025. Það er meiri innanlands í Bandaríkjunum á þessum. Hann er náttúrulega næst í svona grímulaus rasisti. Hann er það, sko. Hann er það bara, hann er bara, hann vantar bara, hettun á hann, sko. Hann er ekkert að eins og reyna að fela það, sko. Að hann, þegar hann fór að tala hann einmitt í Davos, þá fór hann að tala hvað var svo slæmt hræðilegt ástand í Evrópu og ég skildi ekki hvað hann var að tala um. Og í London, hann þolir ekki að skuli vera múslimi sem er bæjarstjóri í London. Já, hann finnst bara eins og Evrópa er bara ekki eins og var og þetta er bara allt einhvern veginn og ég þá allt í hennu fattaði að hann er bara að tala innflytjendastefnu, sko. Hún finnst bara, hún er alltof multicultural og hann bara þolir það ekki, sko. Það tala frá svona hvítri, kristinni, karlægri yfirburðahyggju. Akkurat. Það er það sem að hann... Þannig talaði Mark Rubio, það er svona svo undarlegt á þessari ráðstöfnu hann í München, að fólk var að klappa fyrir þessu. Ég sagði, hver er fólk? Er ekki okkar lust á hvað maðurinn að segja? Já. En það voru bara svona ánað að hann var ekki alveg eins ruddalugur og síðasta sending. Já. Það er bara búin normalæs þetta. Já. Það er rosalegt. Ég held að það runni nú svolítið grímur á Evrópumennina yfir hverju voru við eiginlega að klappa, sko. Af því að þetta einmitt kemur fram í ræðinni þegar þú bara hlustar á hana. Já, já. Þeir eru eiginlega að segja það að Evrópa þurfi að bregðast við þessu Ku Klux Klan gegn og verja hvíta kynstofnin. Mér finnst það skrítið að sé verið að tala um að þetta sé eitthvað kristið, menn þetta gengur í allir kristni, allt sem hann gengur út á, sko. Já. Og eins og hann sé félags þetta bara eins og það gerðu svona veikjaði að menn í gamla daga til þess að ná völdu, notuðu Guð og Biblíuna og stjórnuðu fólki gegnum
kirkjunar og einhverja stofnanir og já, mér finnst þetta bara að vera endur taka það sig, sko. Já, J.D. Vance verður allt í einu kaþóliki og allt í einu fer þetta verða eitthvað ásóknarvert fyrir þá að verða kristnir. Það er ekkit í þeirra, sko, hvað segir maður, í þeirra málflutningi sem að styður þetta þessi að einhver leyti kristnir. Þeir ekki að tala fyrir litlamanninn, sko. Nei. Þeir eru mótið í að styðja einn veika, þeir eru mótið í að styðja einn fátæka og þeir eru mótið í að styðja þann sem er rakinn og utanaðkomandi sem kemur til okkar. Þetta nú það sem að Jesús sagði að ef þú ætla að leita Jesú þá var hann meðal þessa fólks. Þeir eru ekki á þeirri línu. Nei. Að heyri það svolítið svona eins og þessi vakningi í Bandaríkjunum meðal kristna að reyna að hrista þetta af sér með því að benda á svona hversu fjarri kristninni þetta sem að þeir eru að boða. Ég hef ekki séð það, en það er samt að vera góða fréttir. Já, en auðvitað er þetta gleðilegt með tilskipanirnar og allt það, maður heldur í eitthvað svona hálmstrá auðvitað að hlutinni verið betri í Bandaríkjunum, sko, en eru þið bjartsýn fyrir einhvern veginn hönd Bandaríkjuna, veist, á næstu árum? Ég er þannig ekki, sko. Ég er það ekki, sko. Ég er bara meira svartsýn, sko. Mér finnst þetta bara að vera veg, sko. Frá, sko. Já, ef að Trump myndi deyja sem að getur alveg gerst því að maður hann ekki endilega, hann var ekki að fermast í gær, að þá held ég að bara kemur eitthvað verra í staðinn, sko, J.D. Vance eða eitthvað, sko. Ég held að það sé bara mjög slæmt, sko. J.D. Vance, hann geti aldrei haldið saman þessum hóp. Sömuleyti er Trump með alveg einstaka stöðu. Hann er frægasti maður sem hefur verið til. Já. Hann er frægar en Elvis og Jesú. Já. Og einhver leiti þá er hann með einhverja svona, hann getur haldið þessu saman sem að J.D. Vance myndi aldrei geta, það myndi bara splundrast upp þessi hópur bara í kvelli. En þeir eru samt búin að koma að stað þessar orðræðu og þessu hatri og það er eitthvað sem verður rosalega að snúa tilbaka og öll þessi mannréttinda barátta sem bara fólk hefur staðið í bara undan farin bara áratugi, það er bara einhvern veginn farið út um gluggann, sko. Já, það er bara búið að spóla tilbaka. Já. Það er bara búið að spóla tilbaka. Skrúa ofan af sigurum mannréttindabaráttunnar. Eins og þeir voru áður búin að skrúa ofan af sigurum verkalýðsbaráttunnar í Bandaríkjunum. Þessum tíma. Búin að brjóta niður verkalýðshreyfinguna og gera bara frista raunverulega lífskjör verkalýðsins í Bandaríkjunum. Er það að gera könnun hérna á Íslandi? Maskína að gera það. Spurði hvort það er Bandaríkin andstæðingur eða bandamaður. Ég heldur að það tekið upp að því að það gerð sambærileg könnun í Danmörku. Þess að kom í ljós að ágætur meiri hluti Dana leita á Bandaríkin sem andstæðinga en ekki Samherja. Þetta var gerð hérna á Íslandi og það var ekki meiri hluti sem sagði að Bandaríkin væri andstæðingur. Það voru samt fleiri sem sögðu það heldur að hann væri bandamaður. Ég er ekki í það, sko. Og það var bara, það er engin munur á milli kynjana eða búsetu eða aldurs eða menntunar eða tekna, það er bara munur á stuðningi við stjórnmálaflokka. Miðflokkurinn. Miðflokkurinn er toppar sem svona eins og virðist vera að festa sig í sessi sem er svona trumpistarflokkurinn. Og svo komu sjálfstæðismennirnir sem er svona hefðbundir Varðbergssinnar einhverjir. Og fleiri flokkar voru ekki með Bandaríkin í plús. Allir voru með mínus með þess að Viðreisn. Hver hefði spáð því fyrir 2 árum? Það er bara svona skynsamur hægriflokkur. Kannski ósammála meira en þetta er svolítið sérstök staða Bandaríkjanna. Ég held að þetta sé alveg bara ný staða. Þetta hefur aldrei gerst áður í sögu Bandaríkjanna frá því að þeir eruðu heimsveldi sem þeir eru. Að það hefur aldrei verið jafn mikið vantraust á þessa þjóð og þessa stofnun sem hún er og sem hún stendur fyrir. Ég held að trúin er algjörlega og traustið er farið og þess vegna talar Carney hann er umlega að segja, sko, þetta er ekki, hann segir it's not a transition, it's a rupture. Þetta er rof, þetta er ekki, sko, þetta er ekki bara einhver umbreyting eða eitthvað breytingaskeið, heldur þetta er algjört rof á samningum sem að þau hafa verið með. Þess vegna þeir að sækja orku og alls konar aðra hluti annað og þetta er náttúrulega bara er alveg óhugsandi, sko, fyrir nágrannaríkið sem er bara búið að vera í samlyndi þarna í áratugi, sko.
En talandi Bandaríkin sem eitthvað svona heimsveldi að dollarin einhver svona þessi gold standard fyrir heimsbyggðina eftir seinna stríð. Það ekki mannsaldur síðan. Sá stöðuleiki hætti fyrir svolítið síðan og gull og dollari hætti að vera einhvern veginn samtengt og smám saman hlutverk dollarsins í alþjóðahagkerfinu að fara, þetta ekki lengur gullstandard. Hann ekki að fara, þú ert spádómur. Nei, gullstandardin er farin og það ekki komið sem sagt neitt nýtt kerfi í staðinn. Þannig að þetta stabilitet með Bandaríkin sem heimsveldi innan við mannsaldurs gamalt og það að enda núna. Þannig að ég held að bara ný heimsmynd með einhverju nýjum balans og ákvað við hengjum gjaldmiðla heimsins. Þú veist, það svolítið bara einhver svona þróun sem við þurfum bara að fylgjast með næstu árin. En það er heimsendir og nýr heimur ekki rísinn. Það svona, kóngurinn dauður. Já. Við vorum eftir að sjá hver verður næsti kóngur eða verðum í því ástandi. Það veit ekki hvað að fara að gerast. En við vitum að Palantir óskar þess bara að koma engin nýr kóngur og ólíkarkarnir bara stjórn okkur, sko. Og þeir eru nú konin langleiðina með það, þannig að sjá. Meðan þeir halda áfram að sanka sig bara lang mest með heimsins, þá náttúrulega heldur þetta bara áfram að versna. Já. Og ekki tölvugreindin að hjálpa ef þeir eru að eignast bara rauninni allar okkur upplýsingar. Já. Það er alveg óbúðsleg völd sem við gerum okkur ekki grein fyrir í Kísildalnum. Já. Vegna þess að þar, þú veist, ekki bara Peter Thiel náttúrulega sem hérna einhvern veginn virkar eins og einhver æðsti prestur, en þú veist, ég held að sé sko bara náttúrulega allt hugveitið þarna og svo sankar þetta að sér penningum í gegnum, þú veist, hérna þessu stóru fjölmiðla fyrirtæki, eða þú veist, internetfyrirtæki. En það bara á yfirborðinu það sem við sjáum, sko, þú veist, ég held að allir hernaðir á sér stað þarna líka og þú veist, þannig að völdin í Bandaríkjunum og að því að þetta svona kapitalist rekið, sko, þá þið svo óbúðslega sterkarna. Og það gæti verið ástæðan. Og völda án mikillar ábyrgðar, sko, líka. Við getum ekki kosið það í burtu. Einmitt. Og það að sama við lendum í hruninu. Þú byrði ekki í þannig heimi, sko. Það ekki lífræði í þeirra heimi. Nei, við lendum í því í hruninu líka. Þú veist, ég meina, okkar ólíkarkar voru stærri heldur en hagkerfið okkar. Og þá erum við ekki með sömu völd og þeir. Við erum svo góður mikrokosm fyrir sko hvernig hlutinni geta breyst og já, að því að við erum svo fámenn og allt gerir svo hratt hérna, þannig að það er rosalega auðvelt að sjá hvernig hlutinni breytast ef bara lítur Ísland sem einhver svona lítið samhengi, sko, og svo sjá hvernig það gerist á stórum skala. Þannig að það ekki bara Trump sem að hunsa reglur, ég held að sé líka ólíkarkarnir í Kísildalnum sem að hunsa reglur. Og þeir ég hef meira að heyrt sko kenningar það sko að hérna til dæmis þetta Grænlandsstönd þarna, sko það hafi verið sko út af geimnum. Þú veist, þeir vilja sem sagt hérna koma upp hérna satellite system upp í geiminn til þess að vera með internetið þar í staðan fyrir gegnum sæstreng og eitthvað og þar fram til göttunum, en þetta einhvers konar upplýsingastríð sem ósennilegt fyrir okkur. Það einmitt ekki kosið það, eins og þú segir. En ekki þess vegna líka sem þeir eru ásælast hérna Grænland líka, það eitthvað með, sko, ég sá það einhverju viðtalið við Ólafur Ragnar í München, það var verið að tala um það að þeir vildu fá sko einhver plattforms til þess að taka þátt í þessu space race, hvað maður segja, game street, ég veit ekki. Já. Kapphlaupi, já, game kapphlaupi. Já. Þegar við talaðum Ólafur Ragnar, þá var hann næstus í heimsfréttunum. En Andrés Prins, sem ég veit ekki hvort að ég megi kalla Andrés Prins, hann heitir víst Andrew. Fyrirverandi, já. Það víst eitthvað. Andrés. Það eru bara einhverjir royalistar sem að kalla hann Andrés eða eitthvað. Nei, hann heitir bara Andrés. Já, er það ekki þannig? Já, mér skilst það. Fjölmiðlar íslenski ekki nöfnin á þeim nema það séu, sko, royalty. Er það kannski bara RÚV? Settið í málfarsráðunauð og það var bara konungsborið fólk sem hefði gegnt einhverju stöðu sem að fengi íslenskt heiti. Akkurat. Og þess vegna heitir hann núna Andrew í fréttum RÚV. En hann við veitum hvernig hann að tala, litli bróðir Karls. Hann var handtekinn
kom svona, samt svona, eru 15-20 ár sem svona aðdragandi að þessu. Samt var maður svolítið hissa að kallið væri handtekinn. Á afmælistaginn sinn líka. Sem er svolítið mest. Svolítið áhugaverð ákvörðun, sko. Ég var samt mest hissa að hann skildi ekki vera handtekinn fyrir barnaníðin eða það var alltaf einhver svona upplustrun. Þess vegna kemur Ólafur Ragnar að nynna því að þeir hittust þarna í Davos og hann er svolítið grunar að hafa lekið trúnaðarupplýsingum til Epstein en ekki bara stöðu íslensku bankana eða þetta ISF-dæmi sem að Ólafur Ragnar er eitthvað ræða við hann. Heldur tekist þetta alls konar málum. Já, það er alltaf hérna treason sem er verra heldur barnaníð í augum réttarkerfisins. Börnin er alltaf síðust. Já, það er ekki hlustað á börnin, sko. Nei. Við erum alltaf að lesa einhver Epstein-skjöl en það gleymist að ég held að þessi 300 konur búin að koma fram og segja hvað gerðist. Það er engin á að hlusta á það. Nei, einmitt. Það er bara alltaf að býða því hvort það sé eitthvað tölvupóstur sem kallinn sendi sem að sína eitthvað. Einmitt. Þetta er mjög sérstakt. En það var allan ég veit ekki, það var náttúrulega búið að sverta svo margt og örgulega mikið Trump, en ég veit allan að það var ein kona sem var talin trúverðugt vitni gegn Epstein á sín tíma. Hún talaði að Trump hefði verið í húsinu þannig hjá Epstein á meðan hún var þarna, þannig að hann allan vitað eitthvað. Þannig að það allan að, þú veist. En Andrés, hann er þess að standa ekki fyrir að leika goglum svipað og verður líklega gert við Mendelssohn. Þetta er svona stókuð eftir hérna myndin á honum þar sem hann er að fara heim, skeld sál í sjokki. Allt í einu er enginn sem að grípur hann og er búið að halda á honum alla ævi. Sorglegt svona. Eftirlæti spart móður sinnar. Það er svolítið sorglegt svona. Já. En enginn sem er að fá þess að sá myndina sá okkur á sorg í þessu. Ég held að langflestir hafa haft gott á helvítis kallinn. Það var svolítið þannig, eða ekki? Jú, ég held það nú. Kannski líka bara að sé eitthvað réttlæti í heiminum að sé bara fyrir, sko, bara þeir sem eru ríkir og valdamiklir bara komast upp með allt. Ég held að Andrés prins segi ekki mikla inneign. Nei, alls ekki. Og konungsfjölskyldan svona búin að fjarlæga sig eitthvað frá honum, sko, á síðustu mánuðum. Eða náttúrulega sviptan hann að titlum og eitthvað. Þannig að þau hafa örgulega að vita að það væri eitthvað svona í vendum, sko. Já, ég held að Karl bróðir hans hafi ekki verið andvaka í nótt. Þetta sé löngu búin að bara jafna sér tilfinningal á því að litli bróðir er bara skítall. En það verður áhugavert að sjá, sko, hvaða áhrif þetta hefur á kóngafjölskylduna. Þú veist, hvort þetta veikir þeirra stöðu eða hvernig það er. En ég hef aðeins fylgst með þessu í Noregi, af því að Noregur hefur náttúrulega fengið svolítið svona stóran skerf af svolítið stóran skerf af fólki sem var mjög ábyrgandi í þessum Epstein-skjölum. Nærið í pólitík og business og konungsfjölskyldu. Já, það er þess að einhverju fyrir ráðherrar, fyrir forsætisráðherrar, mjög hátt sett fólk í svona utanríkisþjónustu. Nóbelnefndinni. Já, og maður sem var einmitt bara í öllum áhrifamestu stöðum í Noregi, kannski fyrir utan kónginn, sko. Hann hefur verið forsætisráðherra og ráðherra og dálítið mikið úr verkamannaflokkinum. Og og ég á fjölskyldu í Noregi, þannig að ég er svona aðeins búin að hlera hvernig umræðan hefur verið og þetta er alltaf bara gríðalegt áfall fyrir norska þjóð því að ég held svona almennt hafi þau mikið traust til sinna stofnana og þykir rosalega vænt kóngafólkið sitt, eitthvað sem ég hef aldrei skilið alveg, sko, en þykir ægilega vænt þessa fjölskyldu og en það sem ég fannst áhugavert er að, sko, í mælingum að það veriðist traust til konungsfjölskyldunar ekkert endilega hafa veikst, sko, og þau veriðast einhvern veginn á að aðgreina sem er dálítið áhugavert. Þú veist, það er þessi Marius sonur og réttarhöldin hefur vonið mér að gerast á sama tíma og þetta er, sko, og Mette Marit mammans mjög illa út úr alveg hræðilega, illa út úr þessu og ég held að Norðmenn hafi svona verið búin að taka hann í sátt með tímanum, sko, eftir að hafa mjög gagnrýnt hana á sínu tíma eða svona haft miklar áhyggjur af þessu það hefur verið að fá eitthvað almúga fólk inn í kóngafjölskylduna en þau veriðast einhvern veginn aðgreina svo prinsinn allavega svona samkvæmt einhverjum mælingum þá veriðast þau einhvern veginn geta sett hann í sérhólf sem er svolítið áhugavert af því að hann er nú búin að vera giftur þessar konu í alveg marga áratugi og alveg upp inn að drenga einhverju leyti þannig að og hún virtist sækjast mjög eftir samneyti við Epstein meðan hún var gift kónginum eða prinsinum já, hún er ennþá gift honum prinsinum, akkurat og alveg greinilega vinskapur þar á milli og ég veit ekki, ef einhverja svona efasemdur að prinsinn sé þá
einhvern veginn hafi ekki tekið þátt í eða umgengist svona sama samfélag og hún gerði sko, en mér fannst áhugavert að þau einhvern veginn aðgreina þetta. En einhver kröfur að hún segja á sig titlum? Já, eitthvað. Ég hef ekki séð það ennþá sko. Það var einhvern tímann hjá Karli að nýja konan átti að geta verið bara eiginkona kongs en ekki drottning. Og svo einhvern veginn lagaðist það, ég held að sé drottning í dag. Það ekki, það eru þau svona miklir fylgistir með konungsfjölskyldur að geta svara því. Ég bara veit ekkert en mér finnst forvitnilegt að því ég fylgist aðeins með þjóðmálaumræðu í Bandaríkjunum. Mér finnst forvitnilegt að sjá núna í kjölfarið hvaða áhrif handtaka Andrews hefur í Bandaríkjunum. Af því að sem sagt, pressan sem er komin á stjórnvöld þar, að það er búið að rannsaka þetta svona lengi, það verður engin, ekki ein manneskja verið kærð, það verður engin verið handtekinn. Í Bandaríkjunum. Það eru nokkri sagt af sér. En engin sko sakarannsókn. Það er einhver að fara núna sem einhver áhrifamaður í Hollywood, hvað heitir hann? Næstu í Wittgenstein, hann heitir eitthvað í þá verður það. En sem sagt pressan á... Laufey okkar, hún var að skipta umbóðskrifstofu út á honum. Já. En sem sagt pressan á að það fara að koma sakamál þessu tegn. Er að vaksa og það hefur rosa mikið að segja þegar þau eru fann að segja, sko, sjáðu hvað nágrannalöndin að gera, af hverju eru við ekki að gera neitt. Þannig að mér finnst forvitnilegt að sjá hvaða áhrif þetta hefur heima fyrir, sko. Og það er verið að rannsaka allavega þessa tvo aðila hann fyrir forsætisráðherra og svo þennan mann sem er mjög háttsettur í utanríkisþjónustunni í Noregi og þar er Ökokrím, efnahagsrannsóknar lögreglan með rannsókn á þá. En svo skilst mér að það var bara ekkert annað í norskum fjölmiðlum í einhverja daga og vikur sko, en svo byrjuðu ólympíuleikarnir og núna ef maður fer á NRK þá þarf maður að skora alveg mjög langt niður einhverja svona ólympíuleikafréttir til að finna eitthvað þetta sko, þannig að það voru örugglega svona kærkomið fyrir normenn. En Ólafur Ragnar, hann hitti Andrés og hann, ég menna, var svolítið að vappa í kringum þessar sömu elítu sem var í kringum Epstein og ég menna Dorrit og Ólafur voru svolítið að sækjast eftir félagskap þetta fólk. Þó að þið segi núna eins og Dorrit að hann alltaf haft einhvern fæð á þessu manni. En það eiginlega segja allir sko, bæði inn í saklaus og inn í ramsegu, segja nákvæmlega sömu söguna. Finnst ykkur það að skulda þau hjón okkur einhverja svona útskýringar á því af hverju þau sóttust eftir samskiptum við Epstein og hans slekti? Já, ég held að vera svona að skynja einhverja svona forðun í íslensku samfélagi að ræða þetta. Þannig að ég held að það hljóti að koma að því að þau verði innt eftir einhverju sörum sko. Mig grunar alveg að Dorrit hafi vitað eitthvað sko. En kannski ekki verið minna halbær að sanna hann einir, fyrst hún segir hún að hann hafi verið creepy og eitthvað svona, þá finnst mér mjög líklegt að hún hafi heyrt einhverja sögusagnir. Já, eiginlega getur ekki hann að verið, allavega hún að segja það að hún sé með einhverja svona skynjun á innræti manna. Getur við þefað af innræti manna eins og hundar geta að gera það. Ekki að fæða fólk, ekki að hundur byrja allir að gelta á einhvern, það er ekki góður maður. Kannski Dorrit hannig. Já, en er þetta ekki líka sko, það sem er að koma upp á yfirborðið og kemur bara vonandi sem mest, það er bara gangmála hjá alþjóðlegri svona fjármála elítu. Hvernig það hefur verið að malla síðustu áratugum og hvernig það flækist allt saman sko, og hvernig hver hlutverk sko, ísraelsku leyniþjónustunnar í því til dæmis. Þú veist, það er svo margt sem að hangir á spýtunni í þessu Epstein-máli, þannig að ég vona bara að okkur beri gæfa til þess að halda einhverju pressu og skoða þetta Arctic Circle-sirkusinn og Það er nú svona svolítið svipað, sko. Ég man ekkert var ég að skoða hverju stjórn þessu. En nákvæmlega sama og verið að tala Epstein, verið að sækja eitthvað svona prins til Sameinuðu Arabísku furstadæmana og eitthvað svona skrítin, eitthvað sem á tilkall til einhvers Evrópuríkis, eitthvað svona konga, þetta getur frá því kongur í Slóvakíu eða eitthvað, sko. Rosa skrítið lið. En bara ég vona að okkur beri gæfa til þess að halda áfram að skoða þetta, bara til þess að ég held að það sé bara holdt fyrir okkur, en ég er ekkit vongóður þessu sem. Ég samt á þeirri skoðan, ég meina að þú á þessi minnst í þessum Epstein-skjölum að þú veist
þá það náttúrulega ekki saknæmt út af fyrir sig ég var ekki að saka neitt ég var bara að segja það munur á eins og var fréttir að því að Kári Stefánsson hefði verið og þá var það að því að Epstein var eitthvað pælið í hvort hann ætti að reyna að kaupa íslenska erfðagreiningu þannig á hausinn það ekki eins og Kári hefði einhvern veginn verið þarna morgunverð að borðið á Nærvíksson Mokkin var náttúrulega bara að missa sig þarna í eitthvað klikkbeit Ólafur Elíasson hérna þegar var að kaupa verk eftir og svo fannst hann ómerkilegur listamaður og það er hann þurfið að koma og sverja af sér Epstein Akkurat sko En Ólafur Ragnar og Dorrit eru eitthvað aðeins innar Já, einhverjum svona social circles ég meina, þú veist, svo náttúrulega sko réttlætisritari Bandaríkjanna hérna í áratugin Noam Chomsky, hann var náttúrulega allt kemur í ljós að hann hafði bara verið besti vinur Aðal sko Já, mér finnst það rosalega óþægilegt tilhugsun Það er mjög óþægilegt því að maður er búin að Og allir þessi spiritual guru Já, það Þau eru komin bara hvert á fætur öðru búin að vera hérna einhvern veginn instabúri hérna. Hvað heita það? Það ekki alltaf svona, ég held að séu sko 17 þáttaraðir á Netflix einhverja jókagúru Já, þessu Ósjó sem var mjög frægur sko, hann var bara með eitthvað kvennabúri eða eitthvað sko Þetta er alveg Deepak Chopra og einhverjir sem bara styrlaðir e-mailarnir frá honum þar sem hann er eitthvað að agitera fyrir ungur stelpum og Svolítið svona eins og ég var að lýsa á hann með sko hérna hvernig menn hafa notað trúarbröð til þess að ná sér völd sko. Einmitt. Ég held að það sé svolítið þannig sko. En það er það sem ég á við. Bara ég vona að við höldum fókus á að hérna, flettu ofan af en eins og þú segir ekki vera með einhvern bara svona hérna, instant cancellation og hverjum sem að það sé geta að segja hei þú varst í Epstein-skjölum og þá ert þú bara sendur. Við viljum ekki vera að hengja menn í ljósturum. Ekki tjarga fólk á fyrir að vera allavega ekki fyrir að búin að koma staði hvað þetta er sko. Ég er samt einhvern veginn ekki tissa hvað mikið þú útilokkar ekki almennar hengingar það þurfa að vera franska byltingu bara að viðláttu máli þetta er einhvern veginn er þetta innsýn inn í eitthvað svona heim og ég kannski bara kaldhæfni kynslóðinni stundum finnst mér þetta bara næstu í fyndi sko því að ég hlustaði eitthvað langt viðtal við Epstein og þetta er ótrúlega þú veist ég myndi ekki svona kaupa bíla af þessu manni sko hann var bara eiginlega bara bú bjáni alveg bara en ef hann væri með eitthvað á þig þá eru fljótur að kaupa bíla það er kannski það er með eitthvað sem ég bara girndi svo mikið eða eitthvað sem þú vilt meira en nokkuð annað í lífinu ég meina hann hefur auðvitað haft einhverja svona mjög mikla social skills á einhverju leveli sko af því að hann verðist einhvern veginn einmitt hafa og það er náttúrulega málið, þetta er ekki bara einhver fjármála elita, þetta er líka bara helstu hugsuðir og fólk úr háskólanum og diplomatar og fólk með völd en ekki endilega einhverja peninga sko og hann virðist einhvern veginn hafa haft lag á að veita fólki þar sem það skorti hvort sem það voru með peningar eins og að hjálpa þessu norsku diplomatum peningalega sko þau voru mjög valdamikil en kannski ekki mikla peninga og svo ríkum kapitalistum sem að kannski langaði bara í stelpur eða skilur eða konur að þá hjálpaði henni með það þannig að hann virðist nú hafa augljóslega haft einhverja kannski hann bara góður hlustum kannski var það bara rosalega góður að hlusta þegar ég var að lesa Chomsky og ég segði bara vá, ég meina hann er það bara fallið fyrir því að maður var svo vinalegur við hann hlustaði svo vel á hann að hann upplýði að þeir væri eiginlega bara væri séður bara þeir væri eiginlega með svona svipaða greind og þetta væri bara sálufélagi hans og líklega bara vegna þess að hann hlustaði og Bill Gates ringir henni, þú getur ekki redda mér lifi við einhvern kynnsjótum sem þeir að setja í glasið á konunni minni. Ég meina að Bill Gates hafi ekki lækni sem það getur. Akkurat. Akkur ringir í Epstein. Og er ekki Musk að senda á aðfokandaskvöld. Er ekki á partí. Sko maður var ekki tissa eins og með alla þessa fjármálasnillinga eða snillinga, bara ég meina maður er ekki tissa að þetta lið sé siðlaust af því ég meina til þess að komast áfram í þessum kapitalíska heimi þá þarf það að vera svolítið siðblindur það ætlar að fara á toppinn, þannig ég var ekki tissa að sjá þá alla en bara Noam Chomsky og allir þessi gaurar ég er í sjokki sko. Það er náttúrulega hann að inni eru svona nördar, hann var líka með eitthvað svona raunvísindamenn og þá sá maður fyrir að þetta er kannski ekki menninni sem er boðið í eitthvað svona partí þar sem er kóngur og eitthvað ríkur og rosa mikið eitthvað módelum og eitthvað þeir eru ekki kannski vanir þessu og bara verður svo smjör í höndunum á hann
Fá að vera partur á hópnum svona. Já, bara, og það sé þannig að bara ef það einhver hurðanna og bakvið það einhver elíta sem að ég hef ekki fengið að tilheyra núna, en ég gæti tilheyrt, þá ég til að gera hvað sem er. Og þetta sé bara næstu eins og svona botlus fíkn. Það skilur bara, ég fer alltaf innar og allt í þá er ég komin bara einhverja eyju út í Karíbíahafinu. Í einhverjum heitum potti með Bill Clinton og þú veist, til hvers? Til þess að fá að tala við fyrirverandi forsætisráðherra Ísrael. Hver vill tala við hennar Barack? Ég vil aldrei vilja tala við. En hann hafði vist líka alveg ótrúlega svona alþjóðlega völd, sko. Þannig að ef það var bara einhver fastur í fangelsi og bara hringdi í Epstein og hann bara, það ekki þú ekki Gaddafi, þannig getur þú ekki reddað minn. Þú veist, bara hann var með sko klædnar út allt, örugglega út af þessu. Ég held að þetta sé ekkit sérstaklega mikil, sko ekki bara svona by accident hjá honum, að því ég held að þetta hafi verið aldrei svona gert ásettur á því og mönnum stilt upp og settir í viðkvæmar stöður og svona. En það hlýtur að vera einhver operasjón á bakvið hann sem að býr hann til. Hann er ekki self-made. Það bara stendst ekki. Nei, hann hafi verið self-made sko fyrst og síðan hafi sko... Það er eiginlega svo saga. Hann hafi byrjað að kenna í einhverjum stúlknaskóla Manhattan og einhver pappinn hafi sagt að þú ætti nú að vera eitthvað þar í öðru og þá fór hann inni á verðbréfamarkaðinn, laug þar öllu, hafði engin rétti til að vera þar, svindlaði þeim sem að vera að vinna með það, allt í nú auðgast hann. Ég bara minnst þetta eitthvað svo... Þetta heldur ekki vatni þessi saga, sko. Sjarmerandi psykopath. Þeir eru náttúrulega þekktir fyrir að psykopathar að vera mjög sjarmerandi og kunna spilin á fólk. En þetta er bara á allt öðru leveli. Þetta er... Mér finnst ekki standast annað heldur. Svo getur einhver hafa greitt göngu þína sko, á leiðinni þó þú vitið ekki endilega sjálfur til að byrja með sko, eins og leyniþjónusta Ísraels. En ég segja, er þá ekki líklega að leyniþjónusta Ísraels eða bara eitthvað batteri hafi búið hann til, heldur hann að hann hafi... Allavega fjármagnaðan til þess að... Hann hafi manipulerað einhverja stofnanir til þess að greiða götu sína. Já, en þetta með sko... Það er skrýtnar að hugsa Chomsky og menningakapitali sem þarna heldur en hitt sko. Það er reyndar það sem mér skilst að sé sem skjöli með bara svona matabóð þar sem að Chomsky er að bjóða mér mat og kona mín er búin að búa til uppáhalds eftirréttiðin og eitthvað. Sem er alveg furðulegt. En Epstein er náttúrulega rosalegt fenómen sko. Ég sagði að Trump var frægasti maður í Mækissunni. Það er enginn verið frægur hann. Ég held að maður geti farið eða hvar sem er í heiminum og sagt Trump og það bara, þú geti farið bara inn í skóga Amazon. Já. Þá farið eitthvað svona viðbröð. Ég held að þú getur ekki sagt Elvis lengur. En jólasveinin? Jólasveinin, ég veit ekki. En haldið að Epstein verði bara svona eins og Rasputin eða eitthvað svona, að það verði búna til bíómyndir og sögur Epstein lengur en sko börnin og barnabörnin okkar munu lifa? Ég veit ekki, þetta er alltaf svo óþægilegt subject sko, þetta er alltaf barnanið og svona, þetta er eitthvað sem að fólk veit kannski ekkert mikið verið að velta sér upp úr. Ég held að þetta sé svona dæmi sem við viljum svolítið bara setja bak við okkur og reynum svolítið að gleyma. Þetta er eitthvað svo ótrúlega saga, sko. Já, þetta er stórt, þetta er svo stórt. Þetta var Hollywood elskar ekki barnanið, sko. Nú, það vantar ekki barnanýðingarna þar. Nei, ég er að tala um sem viðfangsefni, sko. Þeir forðast svoleiðis erfið viðfangsefni, sko. En vondikallar eru alltaf vondikallar. Trump gæti orðið vondikall í... Þannig að næsti vondikallin í James Bond verður svona Epstein-týpa. Gæti verið, sko, eitthvað svoleiðis. En líka bara svona, þú veist, Trump gæti orðið svona... Ef það kemur eitthvað svona frelsissaga núna, eitthvað ný narratífa upp í Bandaríkjunum sem eitthvað rísu upp gegn honum og vinnur vondakallin, þá gæti það orðið svona narratífa sem að þau, þú veist, nærast á næstu áratugi, sko. Trump er endakallin á einhverju ástandi. Þannig að sigur hann farið upp næsta borð. Já. En það er svona skrítið að sjá, sko, hinna sem að sjá þetta ekki þannig, sko, sem trúa vitleysunni sem veldur upp úr honum. Hann er ekki eins og að reyna að þú veist, réttlæta neitt sem hann segir eða, þú veist, hann lýgur bara endalaust. Hún er bara skýt sama, hann bara segir það sem vill. Hún er meira alveg sama þótt að fólk reki liðarnar bara svo lengi sem hann segir eitthvað að sannfæringu. Segir mann sem eitt íþróttahús fullt af fólki og það kemur til þess að hlusta á eitthvað sem kemur með svarið og sannfæri mig að ég hafi rétt fyrir mér eins og ég hef alltaf aldrei fram. Og hvernig myndur þú tala við svona íþróttahús? Líklega langstæðast verið að bara tala út og suður
Ég trausti þess að þú pikkar upp þar sem þú vilt heyra, þú pikkar upp þar sem þú vilt heyra og allir eru rosalega ánægðir að segja, þú veist, Trump er minn maður, þó að enginn hafi raunverulega gripið upp það sama, sko. Þannig að kannski er hann bara klár, sko, eða hvað. Það er alveg góður í að ruggla í fólki, þannig að það veit ekki alveg hvert hann að fara, hvað hann að segja, sko. Men hann er ekki að ruggla í fólki, hann bara gefur, hann er bara eins og hann segja, gefa það dúunum, bara kastar einhver svona fræjum og svo bara... Það sem ekki klári sem aður sko en hann er allar, ég held að hann hafi lært það í lífinu sko að það stoppar hann ekkert svo lengi sem hann heldur bara áfram að tala. Hann er náttúrulega sagt það sem fræði setningu að hann geti skotið mann á Fifth Avenue. Já. Komist upp með það. Sem er í leiðum þetta. Já, hann sagði líka bara að ef ég ætlaði að verða forsetið þá myndi ég bjóða mig fram sem republikani þegar þeir gleipi það við öllu sko. Þeir gleipa við öllu. En er ekki staðan svolítið með demokrata og republikana að demokratar eru corporate og corporate America vill halda kerfum samfélagsins gangandi á meðan að Trump og þá þessi nýju republikanaflokkur sem honum fylgir og það facelift sem hann gaf eru ólígarkaflokkur og ólígarkarnir þeim langar bara að rústa öllum þessum kerfum, þeim er skítsama þótt að fólk mæti ekki vinnuna eða hafi ekki velferðarkerfi þannig að þetta er svona baráttan á milli corporate America og svo ólígarkarna og þetta er einu valkostunni sem að Bandaríkjamenn hafa, það er ekkert lífræði, þetta er bara þetta er bara saman peningurinn og bara sér hvort liðinast bæði í Afsland sko. Það eru sagði að þú varst í fréttunum að ég er að reyna að berja á Volt sem að borgar fólki líklega að skýta laun eins og er eiginlega augljóst og bara maður getur séð sendilinn og maður veit að þetta er fólk að skýta laun. Já, akkurat. Já, berja á Volt eða kannski bara svona reyna að verja þetta íslenska vinnumarkaðsmódel sem að hérna hefur reynst okkur vel og þetta er þetta bara gerfi verktaka og þeir eru einhvern veginn að reyna að komast í kringum þessa ábyrgð sem að atvinnureikendur bera gagnvart fólkinu sem framkvæmir vinnuna. Fólk vill þetta frekar, segir Volt. Segja þau og gera svona sínar eigin kannanir innan fyrirtækisins sem að nota svo til að styðja við sitt mál að verktakarnir bara elski þetta frelsi og svona. Við höfum bóðið fólki góð kjör, en það er eins og fólki vilji frekar vond kjör. Já, akkurat, þau bara elska þetta. En ég meina og við sjáum það sko 75% af Volt-sendlum og þetta eru tölur frá þeim sjálfum eru innflytjendur eða aðflutt fólk, þetta er mjög oft brúnt fólk, ekki innflytjendur frá Evrópu, heldur annars staðar frá en þegar að þau halda svona markasetninga viðburð eins og þau gerðu núna þriðjudaginn þá auðvitað handveljaðu íslenskan sendil frá Selfossi sem að kemur og segir hvað allt er frábært og þetta hendur honum ægilega vel en þarna er náttúrulega bara þetta er náttúrulega líka bara að muna við erum að díla við sko alveg fjölþjóðlegt stórfyrirtæki í Bandaríkjunum sem að ávolt DoorDash og hefur gert þetta í öllum löndum og eyðir gríðarlega miklum fjármunum og orku í sko markaðssetningu og mjög æfð svona svör við allri gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni og þeirra markmiðið er náttúrulega bara einhvern veginn að taka yfir þennan geira á Íslandi og losa sig við samkeppnisaðila sem eru þá kannski heimsendingu og eru með þá fólki launasambandi og þurfa að greiða meira og þetta er náttúrulega bara þetta er sem við kallum félagslega undirboð það sem að þú fær fólk sem að er einhvern veginn í þannig stöðu að það tekur hvaða vinnu sem er á lélegum kjörum og svo kannski annað fyrirtæki sem er í sama rekstri það spyr akkur þarf ég að greiða þá lágmarkslaun skilurðu, ég er í samkeppni og þá vilja þau líka fara að greiða lægri laun og svo þetta breiðist þetta bara út í ef þetta fær að ganga óáreitt í aðrar starfsstéttir þannig að þetta varðar auðvitað okkur öll ekki bara þess að sendla og það er mjög villandi að láta eins og þetta snúist bara þess að sendla og ef þeir eru ánægðir þá er allt í góðu skilji í fyrsta lagi þá eru þeir ekkert allir ánægðir við fáum til okkar náttúrulega þá sem eru óánægðir og lendi í einhverju slæmi en og svo varðar þetta bara þetta módel þú veist Módel er oft þannig að það er eitthvað sem á eitthvað app eða eitthvað og hann fær bara 20-30% kött svona eins og hvað heitir það Booking sem það tekur bara 35% kött og ég borgaði skítalögin fyrir að sækja matinn til hans og ég neyði hann til þess að gefa mér sko afslátt þannig að það er ekki tekið það sem hann borgar hann þarf að gefa afslátt til þess að launin þín
verði launin þín pluss það sem hann selur sé svona svipaverð og ég myndi bara sækja það til hans. Þannig hann tekið af hans möguleika á því að skila hagnaði eða bara þokkalegri afkomi eða ekki. En þetta vitir allir, en af hverju þetta leyft að bara flæða hérna yfir? Stjórnmálamennir eftir að vita þetta. Guð, ætlum við að láta einhverja voltbyltingu flæða hérna yfir samfélagið? Já, virðist þeirra, en nei, ég meina að það bara fólk er veikt fyrir, nú er ég að tala almenning, veikt fyrir ódýri þjónustu, finnst þetta þægilegt. En hún ekki ódýr, það hann sem að borgar, það þú sem að borgar. Akkurat, en svona til skamstíma. Nei, við, það voru náttúrulega volt boðaði allar oddvita flokkana sem í frambúið til borgarinnar sem var alltaf áhugavert einhvern veginn að setja þetta í eitthvað svona samfélagslegt ábyrgð og fekk fyrirtæki í miðborginni til að segja hvað þetta væri frábært og búið að auka þeirra veltu af því að fólk væri að panta meira af því að það getur fengið þetta heimsend. Þannig að það alltaf verið að reyna að mála upp þessa mynd. Þetta sé bara æðislegt og nú séum við að verða eins og önnur lönd, þið vitið, og nútímavæðing og allt það og við mættum nú ekki á hana fund á þriðjudaginn en ég svona hleraði fólk sem að var þarna og svona smá vombriði að kjörnu fulltrúarnir hana sem í frambóði virðast nú allir hafa verið bara svolítið á svipuðu máli og enginn með mjög harða gagnrýni þó þeir hafi nú eitthvað svona minnst á að það nú eitthvað að passa launin að það væri þetta nú samt frábært og þannig að það þetta bara vonbrigði og nú fókið flest skjól, segi ég, ef samfylkingin ekki dálítið hörð að standa með vinnumarkaðsmódelinu, Mikið skjól þar eitthvað. Já, í gegnum tíðina. Já. Það ætla líka að vera svo mikið villa fyrir fólki þegar það að tala verktakarlaun og þeim finnst þetta svo hátt en þarna náttúrulega eftir að borga allt. Ég náttúrulega ekki það eftir að hafa verið verktaki í kvikmyndagerð í 20 ára að maður vissi þetta náttúrulega ekki til að byrja með. Maður var að bara, já, heyrðu, ég fæ 20 kall fyrir daginn og fatt ekki, ég var að vinna í 12 tíma og 6 dagar vikunar. Það borga meira 50% í gjöld og... Já, og svo allir hvar þetta bara allt. Þú veist, það er ekkert verið að kenna fólki heldur hvernig það á að díla við svona peninga eins og verktakagreiðslur og hvað þarf að borga í vask og hvenær þarf að borga vask og allt þetta Ég held að það sé líka bara vandamál sem eru út allt í atvinnulífinu á Íslandi Ég meina ég var sjálfur kennari í listaskólanum í 8 ár í bara ágætu hlutfalli í gerviverktöku og hætti út af því veist, og síðan þegar ég sagði bara já, herðu, ég ætla að fara nema þið, fastræða mig þá segði bara nei borgar sig ekki fyrir það. Við rekum þetta bara svona, skilur. Það færð svo bara vinnur. Já, þetta er bara... Þú ert ekki þetta ódýrara vinnuafl sem þeir voru búin að gera það fyrir, Já, greinilega, En Saga, þú verður heima eftir, ætlar að panta mat á Volt? Nei, ég hef aldrei gert það, og auðvitað á fólk ekki að gera það, Nei, ég hef aldrei gert það heldur, mér það algjör síður það Pluss að við verðum náttúrulega bara latari og feitari ef við ætlum að panta allt með Volt þetta er ekkert gott Nei, en mér finnst það góð spurning hjá þér af því að mér finnst vægi þegar maður finnur hvað lýðræðið er farið að skipta litlu máli ef við sjáum eins og þjóðamorð og þjóðurnishreinsanir í óþökk meiri hluta íbúa að þá er Evrópusambandslöndin öll samt einhvern veginn bara gefa grænt ljós í óþökksina einn íbúa að þá er semst vægi þess að við veljum með hvernig við eyðum peningum alltaf að verða meira og meira Greiða atkvæði með buttunni Greiða atkvæði með buttunni og þú er bara fjöldi fyrirtækja sem að hafa ekki breytt kúrs fyrir en að það komi ljós að þetta á hluthafafundi að þá komi upp herðu því við verðum að fara að hegða okkur almennilega því við verðum að tapa peningum Þannig ég held það eins og að því að, og það er sama með þetta, ég held í alvöru að við byggjum í landi þar sem að vinnumarkaðslöggjöf og verður það bara löggjöf og ef þú brýtur lögin að þá bara kemur löggan eftir þér og síðan heyri maður, fattar maður betur og betur hvað þetta er allt loðið. Þú getur stólið launum og svona gert það bara upp með það. Já, og þá er það sem að fyrir okkur borgarna, þá finnst mér einhvern veginn siðferðislutið þess hvernig við eyðum peningum okkar. Erum við að kaupa af einhverju slave labor fyrirtæki eða erum við að styðja þjóðamorð eða hvað erum við að gera? Er það gott lýðræði? Það er ekkert lýðræði. Þú ert náttúrulega tónskáld með rosalega þykkt veski. Ég er bara hérna með pínur illa buddu og mín atkvæði eru bara 25 eurar og 50.
Þannig að þetta ekki, við verðum að hafa eitthvað annað system líka, eða ekki? Já, ég held að gangi ekki upp, sko. Eins, þú veist, ég er ekki að segja þetta gangi upp, ég er bara að segja að vægið þess verður sífellt meira, sem maður hafði ekki hugsað út í áður, sko. Þú veist, boykott almennings á satanískar vörur er bara eitthvað sem við spáðum ekki mikið þegar við vorum að alast upp. Ertu hættur á Spotify? Ég er hættur á Spotify, til dæmis. Ég er ekki á Spotify. Ég er eins og ég held ég að sé á YouTube í borginu. Já. Og plani mitt er að vera sko komið takkasíma fyrir loka árs. Já. Að hafa internetaðgang bara mánudaginn. En flott, en þú verður alltaf í einhverju, þú veist, 1% eða minna, skilur, af fólki sem að hugsa svona, skilur. En það ekki samt með svona slatta eitthvað svona, ég veist aldrei við þennan eitthvað, út af einhverju? Jú, kannski einhverjir á einhverju einu sviði, en þú veist, við getum ekki, við þurfum að hafa einhvers svona regluverk í kringum hlutina til þess að það gangi upp, sko, við þurfum að hafa. Já, það var nú eitt kvót sem að kom fram í viðskiptablaðinu á sem Volt fundi þar sem einn borgarfulltrúinn sagði fór að tala um heilbrigðiseftirlitið einhverju vegna og það þyrfti nú kannski ekki, þetta veitingastæður ætti geta opnað aðeins að vera komið með samþykki frá heilbrigðiseftirlitinu því að Facebook myndi hvað sem einhver á Facebook myndi hvað sem vekja athygli á stað sem að væri ekki með hreinlæti í lagi og myndi rústa en þannig. Við þyrftum ekki opinbera eftirlit þegar við erum með Facebook. Ef allir fá matareiturinn þá fólk getur að setja það í Facebook-status og þá hættir maður að mæta. Þá hættir fólk að mæta, sko. Þannig að mér varst þetta svolítið áhugavert take. Bara leggjum niður opinbert eftir. TripAdvisor var náttúrulega valdefling að sömu leyti. Þess að sko túristarnir eru svolítið valdalausir af því að það koma bara alltaf einhver nýjir, sko. Já. Það er nú málið. Ef maður er rakari á Times Square þá þarf maður ekki að vera góður rakari. Nei. Það bara því hvort sem kemur aldrei aftur. Akkurat það sama. En allt í einu fengum með þá svona saminað afl til þess að geta sagt frá því að hann er ömurlegur rakari. Í smástund þangað til að stórfyrirtækin föttu að þeir ráða fólk, bara þú ræður bara fólk í að skrifa vel um þig eða nota botta eða eitthvað. Ég er með eitthvað svona leifar til þess. Ég gæti ekki keypt bók í Bónus. Bara það er eitthvað leifar, hvernig var að vera að deila þetta fyrir 30 árum? Svona lítil framlega fyrir rithöfundina? Bónus með því að getur ekki látið þetta vera, því að grafa undan því að við höfum bókabúðir hérna. Við erum þetta búin að missa bókabúðir, það eru hundlegar, kannski er það því fólk rættar þessar bækur, ég veit ekki. Það er bara svona túristabúðir. En ég myndi ekki geta farið og keypt með lambalæri og bók í Bónus, ég geta ekki. Ef ég segi mannesku kaupa sér bók, þá myndi ég glæðast hvar sem það væri, sko. Þótt það væri í Bónus? Þótt það væri bara á bensinstöð, sko. En ég er bara með svona gamla, ég hef bara ekki hugsað í 30 ár, en ég er með óbreytta stefnu að ég kaupi ekki bók í Bónus. Nei. Já, ég vona að Volt verði ekki þannig, að það sé bara eitthvað svona einn og einn með eitthvað svona gamalt sentiment að versla ekki við Volt. Ég vona að okkur takist að stoppa þetta. Og eru stjórnvöld ekki engan á þessu? Nei, en verkalýðshreyfingin er náttúrulega með ýmislegt svona að undirbúa ýmislegt og það er náttúrulega þetta myndum við vilja að skatturinn myndi líka bara fara inn í það og segja bara þetta er gerviverktaka og við ætlum að skilgreina þetta sem launasamband. En ég hef meiri trú leigubílana með hryllilegum afleiðingum. Allir búin að benda á að þetta væri sko óeftirsóknarvert. Það er samt verið að gert, bara ég veit ekki fyrir hvern, sko. Nei, akkurat. En já, ég hef svona meiri trú á verkalýðshreyfingunni í þessu sambandi. Það er bara einhvern veginn að fara og skilgreina þetta sem launasamband, gera launakröfur, fá veitingastæðina jafnvel í samúðarverkföll og svo framvegis. Það er svona úrræðin sem við höfum, sko. Og veitingastæði í samúðarverkföll? Það er starfsfólki? Starfsfólki, já. Það búið að vera svolítið mikið rætt loftmengun í Reykjavík. Varðið það? Eru þið með stállungu sem að þóliða mengun í Reykjavík? Maður sér þetta, ég er náttúrulega í Hafnarfirði en maður bara sér einhvern veginn bara skíði í Reykjavík. Þetta er rosalegt. En ég hef verið að taka eftir því þú ert búið í Hafnarfirði að ég er búin að vera hóstandi rosa mikið. Og ég var einhvern veginn ekki að kveikja hvað þetta væri að ég bara hef búin að vera hóstandi í 2 vikur, hvað er í gangi? Og strákurinn minn líka. Hún nerrandi klæði mikið nefið og klæðar í augun og þetta er eitthvað, ég skil ekki sko fólk sem réttlætir það að vera ennþá nagladekkjum. Akkur bara, ég meina það líka að pikka þau úr, ég bara hilsastekkjum, ég meina það klikkuði, ég var hérna þegar ég var yngri og þá var ég bara, mér var svolítið saman lífið mitt kannski en hérna ég var alltaf bara á lélegu sumadekkjum allan veturinn, en ég lærði að keyra í hálku og og síðan þá hef ég bara ekki þurft nagladekk, mér finnst bara fínt að vera hilsastekkjum, það er ódýrara, það er ekki alltaf að vera að skipta.
Og ég meina það er hægt að taka sér vetrardekk og bara pikka naglan úr, þá er það komin heilsársdekk, kannski ekki alveg skoð og heilsársdekkin. Ég er hættur að nota bíl en svona síðustu 15 ári síðan nota bíl og þá var ég aldrei nagladekkjum. Mér finnst það bara fráleitt. Mér líður bara illa þegar maður heyrir þetta hljóði í götunni, maður bara, Ég býður hverfisgötuna og þetta syngur í allri götunni, sko. Bara sömurinn líka? Nei, ekki á sömurinn, ég er bara alltaf á nagladekkjum. Mér finnst það bara einhvern veginn, mér finnst bara öryggið vera aðmálið, sko. Það er ekki öryggi. Það er ekkert öryggi. Það er kannski 1,5 dagur á ári þetta skiptir máli. Já, það er alveg hálkan, sko, en þú veist, ef það er snjór, þú veist ekki að hjálpa með nagladekkin, þú veist, maður skorðast bara upp á skafli og þannig festist maður. Ég skil ekki af hverju við erum á nagladekkjum. Lína er með töng og hún er alveg til að taka bara naglana úr dekkjanu eftir. Já, ég er svo litlum bíl, sko, að hún getur bara lyft honum. Komið með hann hérna inn. Já, hún getur bara komið með hann inn og gert þetta hér, sko. Það er bara hlýtt og gott, sko. Mér finnst, sko... Það er leiðandi engin þyngd í honum heldur. Nei, en mér finnst, sko, lungun er eitt, en síðan er, sko, hávaðamengunin á nagladekkjum. Gerir mig alveg brjálað. Það er svo sorglegt að sjá rafmagnsbíl á nagladekkjum. Fallegu niður inn á naglunum. Ég býði að sjá rafmagnsbíl sem að heyrist ekkert í mótunum, en hann er á nagladekkjum. Queen svona... Ég held að ef við myndum bara banna nagladekk og við myndum gera hagkvæmt að leigja sér nagladekk, þannig að ef að það kemur fyrir einu sinni vetur að þú ert að fara út úr bænum og það er snjór, þá getur þú bara leigt þér nagladekk. Já, það er bara, alltaf þá skiptum það sjálfur eða? Eða þú veist, þá þurfa allir að skiptum það sjálfur. Akkur er sjálfur? Af því að það fer bara allt á hliðina á dekkjaverkstæðum þegar snjórinn kemur. Þegar þú fer út úr bænum? Þegar hálkan kemur, sko. Þegar hálkan kemur. Já. Allir sem fara út úr bænum? Nei, bara banna nagladekk innanbæjar. Já, það er kannski. Það hefur aldrei verið snjór í Reykjavík sem að kallar á nagladekk frá því ég fluttinga fyrir einhverjum áratugum. Áratugum? Einn einustu dagur. Jú. Ég gaf séns á 1,5 degi ári. Þú bara segir engin. Engin síðan bara... Nei, ég held þessi ofnótuð og þetta er alltaf að finna dæmi að það er einhver sem að býr einhvers staðar hérna fyrir utan það sem er hálka og hann þarf að vera. Mér finnst það svona sama og þegar við erum að ræða þessum ofnótkun á geðlyfjum sem er alveg augljós að við erum sem þjóð að nota allt og mikið geðlyfum. Þá kemur alltaf svona einstöku dæmi sem er að sýna það. En það er alveg augljóst að það er algjör ofnótkun á nagladekkjum. Algjör ofnótkun, sko. Kannski, ég ætla að hugsa máli. Ég er ekki búin að ákveða. Mér sleðilegt að þú sitta inn í nagladekkjamaðurinn þetta og sett svona eins og sakabekk. Ég tek þetta alveg á mig, sko. En ég ætla samt að segja, sko, að það er búið að vera alveg einstakt veður í janúar og það er búið að vera einstök stilla núna. Það er ekki komið úrkoma sem 17. janúar. Nei, það er ástæðan fyrir að við erum að sjá svo loftmengun. Það sem að mér finnst svolítið kostulegt að það er sem sagt mengun stóru leyti út af nagladekkjunum en líka bara út af útblæstökuleira og við þrýfum ekki göttunar. Þetta eru með rykbindi efni sem er keyrt yfir og svo gerðist það núna í upphafi vikunnar að það var búið allt rykbindi efni á landinu. Þannig að það losnaði ryk sem hafði safnast síðustu 14 vikur og þess vegna var bara ólíft hérna. Og ég hugsa, hvers mann ekki gerir þetta heima hjá ykkur? Þið ryksuðu það ekki? Þið setið ekki bara rykbindi efni yfir allt saman? Jú, ég gerir það, sko. Og hlaðu upp rykinu. Ég gerir það, sko. Ég rykbind bara heima. Hárspray. Ég fann að fá svona upplifun eins og þegar ég voru út í Mumbai og Delhi, maður fær svona bara, maður finnur bara hvernig loftið er allt svo fallegt og sólinn einhvern veginn skín en svo sér maður bara þetta ský yfir maður bara svona Þetta var í dag, ég labbaði yfir í apótekið hinum með Kringlumýrarbrautina og það maður finnur það svona, eins og svona, ég veit ekki hvernig, það er svona næstu í svona málmbragð af loftinu. En erum við svona... Það finn bragð af loftinu, sko. Því að þetta er ekki óleysanlegt. Ég mani, var ekkert inn í Tókjó í mánuð og á meðan ég var þar að þá lokaði Vesturbæjarskóli 4 sinnum og bannaði börnunum að fara út vegna mengunar í Reykjavík. Og ég verið stærstu borg í heimi og það var miklu minni hávaðamengun, hún var kyrrlátari og með betri loftgæði heldur en Reykjavík. Það var ekki að þurfa að vera svona. Kannski aðeins annað svona veðurumhverfið í Tókíó heldur en í Reykjavík, sko. Við búum á norðu hér að veraldars. En það ætti að koma rók sem að myndi hjálpa að losna það. Það eru miklu meiri stillur í þannig að við ættum samkvæmt því að þá ættum við að vera með betri loftgæði heldur en Tókíó. Já, kannski, ég veit ekki. Nei, bara svona viljaleysi til að finna út úr hlutum
viljaleysi Japana til að finna út úr sínum málum. Við erum bara að spá í hvaðan viljaleysi okkar kemur, hvort að það sé einstaklingshyggjan. Ég held að við viljum ekki sopa götunar, af því að það einhver maður á borginni sem við vorum komast að því að það sendir út þarna menn að sópa, svo ringdi daginn eftir. Þannig að sópunin í gær var algjör peningasóun, sko. Þannig að við skulum ekki sópa, bíðum bara eftir rigningu. Þetta svona, akkur er verið að móka snjó, það lítur að koma hláka. Ég held að það sé eitthvað stað þarna sem að, svona vona að þetta reddist. Herðu þann talandi hvort að við stöndum okkur nú vel. Hérna Bakkakot, það mikið hrettir á því. Drengirnir í Bakkakoti stigu fram og töluðu mikið ofbeldi sem þeir verður fyrir. Almennt verið lítið á þessu miklu heitur. Bragi Guðbrandsson sem hafi verið forstöðumaður barnastofu á þessum árum, kom fram í Kastljósi. Ekki benda mig. Já, kom rosa illa út, sko. Hann var svo mikið að reyna að fela eitthvað, en hann greinilega vissi upp á sér sökina með eitthvað, sko. Bara það að ekki vita að þessu er bara nógu mikil sök fyrir mig. Ég meina, svona mál, ég meina, ef að börn eru tekin frá fjölskyldunni sinni, það er náttúrulega bara lágmark allan að tala við krakkana reglulega og bara er í lagi, eitthvað, einhver eftirfylgni, ekki bara dömpa þeim og bara búið. Þetta er rosalega sorglegt. Við erum búin að fá nokkur svona mál núna upp á síðkasti og ég held að við verðum að fara að læra af þessu, sko. Og þú veist, við verðum að, það er ekki hægt að gera nógu vel þegar kemur að börnum í raun og veru. Það við breytum aldrei neina, ég man ekki til neina. Ég man bara eftir einmitt yfirlýsingum að við viljum læra þessu, við þurfum að læra þessu. Já, mér finnst það einmitt vera það sem er orðið svo sorglegt að á síðustu áratugum þá kemur þetta reglulega upp og við segjum alltaf bara þetta er hræðilegt, en það er einhvern veginn eins og það kom aldrei ok, hvernig ætlum við að breyta til þess að hafa meira transparency, hvernig setjum upp system þar sem þetta getur ekki gerst aftur. Við tökum einhvern veginn ekki þá umræðu heldur, við tökum umræðuna hvort þeir að borga þeim bætur. Það er bara að gera svo lína sig og ringja í krakkana og spyrja hvernig það hafa það. Ekki nóg að ringja í þau, sko. Ég meina það verður að vera miklu meira, þú veist, það þarf að, eins og í þessu tilveiki, þú veist, þarna er eitthvað bara rosalega veik kona með fullt af börnum í rúmlega áratug eða eitthvað, var það ekki? Og þetta er bara martröð, sko. Þetta er bara, að lesa þessa vitnisburði var bara martröð fyrir mig, sko. Það er alveg gott að það er loksins einhver svona hreyfing að karlmenn eru farin að koma fram og viðurkenna þeirra á lendi ofbeldi. Að því að maður nú oft lendi í einhverjum svona, þú veist, að því að nú stundum eitthvað að stríða einhverjum trollum á netinu og fæ alltaf ég bara, hvað strákana og þú veist, eins og sé alltaf bara konur sem að lendi í einhverju og ég meina þau eru líka að tala upp fyrir ykkur sjálfa. Við getum ekki bjargað öllum heiminu, við erum bara að reyna að fókusa á okkur sjálfar og tala okkar röddu og lyfta þeim og auðvitað er allir eiga að tala ofbeldi sem lendi í og reyna bara að opna umræðina. Akkurat, og það má líka læra af þessu og það má læra af þessu í gegnum þessi glerugu, hvernig við skoðum karlmennskuna, að þessir menn, þeir voru ekki eins og búin að segja þetta við makana sín, sko. Þeir voru ekki búin að segja þetta við neinn. Þeir eru bara búin að byrgja þetta inn í sér í öll þessi ár og svo eru þeir bara einhvern veginn út allt, út allan heim og í fangelsum og þú veist, lífið bara í rúst. Bara svo gröftur sem einhvern veginn vellir hann undir og ég menn þetta getur líka bara eðilagt fjölskylduna þeirra út frá sér að því að þeir eru búin að bæla svo mikið niður og þeir eru kannski búin að missa alls konar hæfileika til þess að bara lifa. En við höfum kannski hingað til ekki verið komin þar langt að viðurkenna eða tala ofbeldi kvenna og ofbeldi mæðra til dæmis inn á heimilum er bara eitthvað sem ég held að allir strákar sem hafa alist upp við ofbeldi mæðra sinna upplifa sama. Þú getur ekki sagt það neitt af því að við sem samfélag erum bara ekki samúð, sko. Er ekki til í að heyra, það er bara röglið þér. Ég held að það séu svolítið ímyndsir að það því ég held að það séu svo breyttir tímar núna. En ég er að segja, ég held að tímarnir séu að breytast, hvað það varðar og ég held að það sé mjög jákvætt. Ég talaði við þá sem voru í forsvari fyrir að skrá áfallasögu kvenna í háskólanum og var að hrósa þeim fyrir að gera þetta og spurði svo áfallasaga kalla næst og það hlóa mér. Já, það. Og ég bara, vá.
Ég tók þátt í þessari könnun sko og svo ég bara beðin núna að fara að taka þátt og fara að rekja áföllum mín og ég bara nei takk. Ekki til í þetta sko. Ég er búin að hafa mikið fyrir að grafa þetta niður sko. Finnst þér skipta máli að aðalgerandinn í Bakkakoti, það er náttúrulega fleiri gerendur. Það var einhver vinnumaður sem nauðgaði einum drengnum og milli tveggja þúfna eins og hljómaði eins og í frægri sjálfsæfisugu frá síðustu öld. Finnst það skipta máli að aðalgerandinn sé kona? Það gerir að vissu leyti því að það er náttúrulega bara varpa ljósa að það eru til gerendur sem eru konur. Já, við höfum vitað það lengi, bara í alls konar bókmenntum og í frásögnum og í morðmálum, það eru konur sem að verða börnin sín og við vitum alveg að karlarnir eru miklu algengar að þessu gerendur. En við höfum alltaf vitað. Ég held að þetta snúist nefnilega bara þú veist, þetta er kerfisleg mistök hjá okkur. Og við þurfum að hafa kerfi í kringum þennan rosalega viðkvæma hóp sem eru börn og sérstaklega börn sem eru þá eiginlega munaðlaus. Og þú veist, við þurfum að hafa kerfi sem að gengur úr skugga það að svona hlutir get ekki gerst og það sé haft eftirlit með svona stofnunum. Saga, finnst þér að skipta máli í Bakkakots frásögninni að gerandi sé kona? Eða finnst þér eitthvað tímamót í því? Eða? Ég var bara ekki búin að velta það fyrir mér, sko. Ég bara pældi ekkert í því, sko. Nei, það vakti ekki sérstaklega athygli mína. Eins og komið fram við vitum að það eru til konur sem að beita ofbeldi. Við vitum líka að kallar eru í miklu meiri hluta. Ég er alveg sammála að frábært að kallmenn stígi fram og segi frá svona ofbeldi og það hefur alveg verið dálítið þannig mál finnst mér svona síðustu ár sko, kannski af því að konur mitt ruddu svolítið brautina sko. Já, en það sem ég hugsa með þetta mál, ég hef ekki sett mikið inn í það, en maður hugsa svona kynslóðatráma, af því að nú hef ég heyrt svona því fleygt og veit ekkert hvort það er eitthvað til í því að þessi kona hafi líka sætt misnotkun einhvern tíðan fyrr á ævinni. Mér finnst það ekki ólíklegt sko. Já, það lítur að vera. Og svo er það oft þannig þó að alls ekki allir sem að verða fyrir ofbeldi beita sjálfur ofbeldi en margir sem að beita ofbeldi og kynferðislega ofbeldi voru sjálfur fyrir þannig ofbeldi. Það sé ekki algilt. Þannig að þetta er náttúrulega bara svo ótrúlega skaðlegt sko og fyrir miklu fleiri heldur en þennan einan einstakling. Og ég hef, ég veit ekkert þessa menn sem að hafa stigið fram. Ég er ekki búin að horfa á þáttinn eða þættina, ég bara viðurkenni það. En eins og þú nefndir, kannski einhverjir eru búin að sitja inn í fangelsi, kannski valdið öðrum skaða líka á sinni ævi, þó ég viti alveg ekkert það. Ég veit ekkert það heldur, sko. Ég veit bara að þetta er hópur sem er búin að þurfa að berast fyrir lífinu sinni eftir þessa bröðsulegu byrjun, sko. Flestir sem hafa komið fram fóru í mikla neyslu og hefur náðu að rétta við lífsitt. Ég ætla að útskýra aðeins með þetta kerfislega síðan að tala að það er líka þannig bara líka þegar kemur að sko, þarna erum við að tala siðblinda manneskju sem að tekur að sér fullt af í aðsettum börnum. Það er líka kemur inn á öll svona umönnunarstörf þar sem að við kannski gætum verið með heilbrigða einstaklinga. Eins og segjum bara mjög borgar. Við erum tónlistamenn, oft fátækir, að berast í bökkum. Veljum stundum að vera í einhver láglaunastörfum. Mundir þú taka að þér að verða leikskólakennari núna eftir 50? Nei, ég hef reynt einmitt eins og ég prófaði að kenna í listaháskólanum og sagði bara ég hef ekki efnaði. Nei, ég er talað um leikskóla, myndir gera það? Ekki fyrir sko laun sem að ég get ekki lifað á. Nei, en ég er líka að tala um bara, þú veist, akkur að taka sénsinn? Akkur ætti ég að taka sénsinn á mannorðunum mínu? Skilur við, ef að kerfið heldur utan að það þannig að ég viti það að ég sé öruggur og mitt mannorð þegar ég geng inn í einhverju stofnun sem, þú veist, á aðstoðarfulltrúi eða hvað sem er að vinna með börnum að þá kannski meiri líkur á að við fáum bara heilbrigða einstaklinga inn í kerfið. Er það að skilja mig eða er það ekki að skilja mig? Ég held ekki. Nei, þið skiljaði mig nefnilega ekki vegna þess að þetta er svo langt frá ykkur. Sko, ef að sko, mér finnst ég bara svona grunnsamlegur. Bara sem kallmaður að fara að setja mig í svona störf án þess að hafa gert nokkuð skapaðan hlut. Þannig að áður en ég held af stað í vegferðina hugsaði bara
kannski ætti ég frekar að bera út mokan eða skilur, kannski ætti ég frekar að moka skurð eitthvað staðar eða ráða mig í fisk. En það þýðir náttúrulega bara að samfélagur eru svo sjúkt ef að menn fyrir alltaf að vera einhvern veginn bara hrættur að vera einhvern veginn ásakari. En hvað kæmi í veg fyrir þetta hjá mér eða einhverjum öðrum sem að þú veist hefur ekki þessa, það væri það að ég myndi líða kerfislega öruggur. Það væri það svona sterkir protokólar inn á stofnunum. Væri nógu vel mannað. Eins og ég vann einu sinni með börnum fyrir mörgum árum síðan og þá til dæmis var kom upp atvik, þetta var í sumarbúðum fyrir stráka, þá kom upp atvik og þá fórum við 2 og afgreiddum þetta atvik. Það fór aldrei 1 starfsmaður með barn, skilurðu mig. Þannig á það líka að vera, sko. Þannig á það sjálfsögðu að vera, en þannig var það greinilega ekki í tilfelli á Bakkakotinu. Og þannig að þú veist, ef að kerfið heldur utan það, að þú veist, þá líka held ég að veljast fleiri heilbrigðir einstaklingar inn í kerfið og síðan geta þeir kannski fengið bara áhuga á viðfangsefninu og fara að segja sér menntinu. Við erum að missa af karlmönnum úr þessum stéttum út af þessu. Heldur þú það? Já. En ég held að það sé líka bara áhugaleysi stjórnvalda á þeim sem að veika standi í samfélaginu finnst mér mjög stór partur af þessu. Þetta er bara eins og með meðferðarúrræði fyrir úlinga sem er fíkniefnavanda. Það er alltaf bara svona fyrir kosningar sem að þú flaggar einhverju svona ég ætla að gera vel og svo bara gerist ekki neitt. Bara 0. Mér finnst það undarlegt. Ásvaldur Einar opnaði nú heimili, bjóð til svona leiktjöld, opnaði heimili sem var ekkert hægt að opna. En var það ekki dæmið ráðherra sem að lofar allir fögru og síðan er fjármálaráðherra sem að lofar einhver allt öðru fögru og það þurfti einhvern veginn, hann þurfti að fá að vera með sýndamennskuna að opna eitthvað og fjármálaráðherinn þurfti að sýna fram á að hann ætlaði ekki að láta neitt pening í þetta. Eða var ekki eitthvað, var það ekki fjármálaráðherrans að neita að gefa þið pening? Þú getur ekki opnað eitthvað sem er ekkert til, getur ekki búið til falls. Nei, en það er náttúrulega bara með þessa ríkisstjórn, hún gæti ekki farið til hægri og vinstur á sama tíma. Það fjalla bara af þingi. Erum við komið með enn erfitt mál til ykkar? Sigurinn Ólafsson heitir maður sem var dæmdur í 9 ára fangelsi fyrir að nauðga fatlari konu ítrekað. Þetta var undirmaður hans á vinnustað. Það sem er sérstakt þetta mál er að það kemur fram að hann hafi raunverulega komið með menn með sér til þess að nauðgunni. Þeir eru ekki kærðir, ekki ákærðir. Og þetta hljóma nú að því að þekkt mál í Frakklandi sem að nú er að stíga fram núna konan í mjög áhrifamiklum viðtölum. Svo er líka komið fram sambarlegt mál í Svíþjóð sem eru yfir 100 manns sem að nauðguðu sömu konunni. Á hverju haldið að þeir sem að hann bauð aðgang að líka með þessari konu, á hverju haldið að þeir séu ekki ákærðir? Mér finnst það svolítið típist fyrir réttarkerfi á Íslandi bara því miður. En hefur það komið fram, á hverju? Ég hef bara að segja að hann saksóknarinn segir eitthvað að það hefði ekki legið fyrir að hvað heitir það, að þetta máli myndi vinnast. Já, bara ekki líklegt til sakfellingar eða einmitt. Af því að við veitum ekki það er ekki hægt að sanna það. Eða hvað? Það er kannski ekki hægt að selja ásetning eða ég veit ekki, hann svarar þetta ekki, hann bara segir þetta. Og kannski er hann ekki spurður og ég veit ekki, en það er bara, þetta hefur komið fram að hluti af ákærinu á Sigurjón er að hann hafi raunverulega boðið öðrum mönnum að nauðgunni, en þeir eru ekki ákærðir. Wow. Og borguðu þeir fyrir þetta eða? Nei, það var ekki þannig. Ekki frekar heldur en í franska málinu. Nei, akkurat. Já, hvað skal segja, þetta er náttúrulega bara algjörlega hryllilegt, sko. Og einmitt, þá svona í tengslu við þess að við vorum að ræða, hvernig kemur maður í veg fyrir svona, sko. Það er kannski dálítið erfitt þarna, þetta er ekki erfitt öðruvísi en með einhverju viðhorfi, sko, viðhorsbreytingu þeirra sem eru að nýta sér. Það er líka bara herða refsingar, þannig að þeir bara svona viti bara að það er ekki þetta að komast upp með svona hluti, sko. Og það er bara að breyta, það er bara við þurfum bara eitthvað svona family court eða eitthvað, þurfum bara að hafa sérstaka dómstóla fyrir þessi erfiðu mál sem eru orð gegn orði nánast undantekningalaust.
Að ég meina ég get ekki trúað það þarf að vera mjög veik mannska sem kemur fram og vera að ljúga svona hlut út af því að hún þarf að fara í gegnum það að fara í gegnum að tala við lögregluna og segja frá ógeðslegum hlutum og láta taka myndir af sér og eitthvað svona. Þetta bara ógeðslegt ferli og bara enginn á að þurfa að ganga gegnum þetta og hvað þá bara gera þetta til þess að hefna sér á einhverjum eða svolítið vera að ljúga eða sé einhverjar konur að ljúga upp um einhverja menn en það myndi aldrei fara að kæra nema að það sé ástæði til sko. Þú veist að mótrökin eru þau að það sé nóg að ein kona segi ósatt bara 1000 og einhver saklaus. Það er ekki góð rök, finnst mér. Jón Steinar og félagar segja þetta. Það er ekki góð rök. Ég skil ekki samræðina sem var núna. Er þetta ekki að því að við erum búin að komast að því að hann hafi miðlað þarna þessum 10 mönnum, það kemur alveg fram. Það er ekki kannski gerðan það. Eða þú veist, er ekki hægt að finna sönnunarbyrði að þurfum við að fara þarna þetta með við trúum konum, eða þú veist. Það meðist að saksóknarinn mætti leggja einhver spil á borðir. Sko. En það bara þannig sem dómstólar virka að það þarf alltaf að vera, en þótt að ég meina þetta það þarf alltaf meiri sönnunarbyrði í svona málum heldur en bara, þú veist, þessi maður braust inn til mín og eitthvað, þótt þessi orðið þar, þannig að líklega að fá, þú veist, ákæru þar, sko. En af hverju var það hægt í Frakklandi en ekki á Íslandi? Voru ekki sakveldir þarna í löngum börnum? Það var hluti. Já, það var náttúrulega myndir af þessu öllu. Já, og hluti var sakveldur, ekki allir. Það tókst ekki að hafa upp á öllum hann í Frakklandi. Okay. En maður hugsaði einhvern veginn sko, þessi maður sem var dæmdur hérna á Íslandi, augljóslega mikið að þar, en svo hugsa maður hina, skilurðu, hvaða hugafar býr hann að baki, þeir halda einhvern veginn að þetta sé í lagi rétt þetta fyrir sjálfan sér og sama með alla þessa menn hann út í Frakklandi. Það er alveg bilað að það verið til eitthvað samfélag á netinu að nauðga konum án þeirra vitneskju, eða skilur, það voru ekki með meðvitund. Og þá hljótum við að spyrja okkur, sko, eða þetta hlýtur að snúast, við ætlum að vinna gegn þessu, einhverju leitu viðhorf til kvenna og til líkama kvenna, og að enginn getur skilt sér á bak við það að þetta hafi einhvern veginn verið í lagi, hvernig sem menn fá það út, sko. Akkurat. En það ekki, þá næstu eins og ákæruvaldið segja að í einhverju tilfellin getur þetta nú verilega. Já, akkurat. Sem finnst mér að ákæruvaldið að koma með einhverju útskýringu á því, ákveður eru mennirnir ekki ákærðir. Akkurat. Nei, það er mjög undarlegt, sko. Herðu Rósa Björk Brynjólfsdóttir vil vera formaður VG, eða saman með það kannski? Mér líst bara vel að það. Hún greinlega hugsunarmanneskja fyrst að hún sagði sér frá VG þegar henni fannst bara sviku flokkin að fara að peppa eitthvað upp á hennar sjálfstæðisflokkin. Og svo fórum við í Samfylkinguna, svo fórum við aftur yfir í VG. Já, ég held að það sé þú til að vera kost. Ég held að það sé kostur að hafa mannesku með hugsunir og tilbúin að standa gegn því sem henni finnst ekki rétt og ekki vera meðvirk með flokknum sínum. Gildi. Hún hefur einhver svona gildi sem hún stóð við. Þannig að því að núna allar þá VG að fara tilbaka í einhvern uppruna, þá held ég að hún sé bara mjög góðu kostur. Reifi upp gildin og hvort það sé einhver sem var prinsipmanna að halda þeim, manneskja að ég halda þeim. Það ekki? Jú, ég þekki hann ekki, sko, þannig ég veit ekkert um þetta. Nei, og ég er ekki búin að gera mér skoðun þannig, en ég meina, þetta er ekkit endilega eftirsóknarverðasta hlutverk í boði akkurat núna að reyna einhvern veginn að lífga VG við úr þessum sem öskustóm sem þetta er. Nema maður það er gaman að góða challenge, sko. Það stundum með challenge bara þannig að það er óyfirstígalegt. Maður hlýtur að virða það við fólk að vilja taka þetta sér í fyrsta lagi, sko. En svo er bara eftir að sjá hvort það eru fleiri frambjóðendur. Við þurfum líka bara meira og sterkara vinstri, sko. Þannig að ég fagna öllum sem eru komnir aftur yfir hérna from the dark side. Þetta meina að orðspor flokksins sé það ónýtt. Það er frekar slæmt, sko. Að það sé bara betra að byrja upp á nýtt. Ég veit það ekki. Sjáum miðflokkur er reis upp eftir klausturmálin. Já. Það er náttúrulega bara þeir kjósendur. Það er bara þeirra kjósendum sem er bara alveg sama Sjálfstæðisflokkur er reis upp eftir hrunið. Já. Þeirra kjósendur eru bara sama þessa hluti. Þeir fíla svona þeir eru bara einhverju hverjarkalla sjálfur, sko. Nei, mér finnst það að vera óljóst hvort að VG á framtíðið ekki. Mér finnst það bara pínu spennandi með þetta að sjá núna, einhvern veginn hvernig þetta gengur, sko. Þegar ég var að byrja í blaðinu, sko, þá var ég á Helgapóstunum gamla sem var alltaf mikill erfiður rekstur.
og svo var auglýst eftir óskum eftir framkvæmdastjóra Helgabúsins og þá var haft á orði að þeir sem sækja sína sig vanhæfa að því að við viljum ekki fá fólk sem heldur að þetta sé gott starf þetta hengingaról nei, ég er ekki að segja það Rósu Björk sko Fylgdi þessu með átökum í samfylkingunni Rósin, veitu hvað það er? Sagði sig út úr samfylkingunni Guðmundur Ingi Þóroddsson formaður afstöðu félagsfanga það var prófkjör og hann nær ekki að verða einn af þessu 6 efstu sem eru bindandi hann þykir kannski ekki nógu fínn pappír eða eitthvað en mér líst bara vel og hann færi sig og fleiri til vinstri og slíti sig frá að því að núna finnst mér samfylkingin vera orðin ansi mikið hægri sinnuð og það er náttúrulega mjög mikið af fristingum þarna og valdspillir og núna þau við völd það ekki samfylkingin svolítið svona orðin hálfgerð viðreisn. Vantar ekki sárlega öfluga flokk svona vinstra megin við samfélagina? Ég held að sé alltaf gott að vera með balans báðum megin, sko. Hann sér þetta hægri vinstri en það orðið rosalega úrelt, sko. Já, mér finnst það. Svolítið blurri, sko. Ég finnst það ekki. Ég var með Gulla Stjörnu í gær. Hann var að segja að hægri og vinstri það tímabil væri liðið, það hefði tengst frönsku stjórnarbyltingunni og það tímabil væri núna búið. Stjórnmál framtíðina myndu aldrei snúast hægri og vinstri. Þetta las hann úr stjórnunum. Já. Eru þá ekki nýju vílinunar bara almenningur versus ólíkarkar? Það er eiginlega sósíalismi. Eða aftur og baka eða áfram. Það er sósíalismi, sko, að almenningur gegn auðvöldinu. Svo getum við áttum okkur á hver raunverulega óvinurinn er. Einmitt. Og staðan fyrir að vera alltaf að kenna veikasta og viðkomandasta fólkinu hitt og þetta eins og bara öryrkjar síg og fá og mikið. Ég meina hvernig værum við myndum bara fara að sækja peningana þar sem við eru og leyfa fólki að eiga eðlilegt líf. Ég meina við erum í einhverjum vítahring þar sem að Seðlabankinn heldur háum vöxtum sem veldur því að við þurfum hærri laun sem veldur því að þetta er ekkert, það er engin sko ég skil ekki hvað er í gangi í Seðlabankanum en það er eins og séu gjörsamlega einhver tunnel vision. Þeir sjá ekki stóra myndina. Þau eru líka með banka sem að skila 100 milljörðum í reyna nagla. Já, það er ógeðslegt. Það skulle ekki skammast sín, sko. Ég var reið, sko. Nei, þeim skýt sama. Þeir eru að græða. Mér finnst ekki þegar bankastjórinn eru að koma og þau minnst að vera mjög ánægðir með þetta. Þeir eru að græða á því að ég er einstæð móðir og ég er að farast að streitu og ég er bara, þú veist, barnið mín líður ekkert vel þegar ég er stressuð. Þeir eru að valda svo miklu vandarum. Ég hætti með mínum fyrirvarandi út af þetta orðið svo mikið álag. Þannig að þeir eru búin að brjóta upp fjölskyldur. Það er þannig. Afkomu kvíði er raunverulegur. Já, ég held að sé sko raunverulegur hjá okkur öllum. En síðan er kannski verkalýðsstéttin einmitt orðin þessir innflytjendur sem eru að vinna fyrir Volt. Og það er kannski orðin þessi viðkvæmustu hópur í þjóðfélaginu. Sem við þurfum að hugsa um. Ég meina reyndar á Íslandi eru langflestir innflytjendur í stéttarfélögum. Við búum ennþá við þau svona gæði, samfélagslegu gæði. Vonum við náum að halda því. Já, og þurfum við bara að fá alltaf hana inn, sko. Gera það á launamönnum og fá það inn. Það kerfi gengur út á að svína á þau. Já. Það er svo hluti af íslensku ferðarþjónustu snýstu það að svína á vinnuafli. Þetta á það getur við alla. Nei. En sumt af þessu er bara eitthvað system sem að snýstu það að svína á starfsfólki og stinga því í vasan á eigandanum. Já, aldeilis. Þá er ég ekki að tala sko svona almennt og yfirleitt þetta bara svína það miða við hvaða leikreglu gildi í samfélaginu. Já. En gáfu ekki stjórnvöld líka svolítið bara grænt leyfa á það í góðarinu þegar við förum í Kárahnjúkavirkjunar framkvæmninar og stjórnvöld samþykja í þessari tilteknu framkvæmd megum við svína á starfsfólki og nýta okkur einhverjar satanískar starfsmannaleigur í Portúgal eða hvað það var. Það var bara efnahagslega rétt ákvörðun. Stjórnvöld bara sögðu það. Að taka vinnumarkaðsmódelið úr sambandi fyrir þetta. En maður hefur ekki svona neitt fót að standa á svona móralt séð ef maður er búin að haga sér þannig.
Nei, akkurat. Nei, það var náttúrulega bara hryllingur og margir dóu, ég veit ekki hvað margir, en margir létu lífið þarna við vinnu, sko, og það stundum talað að verkalýðshreyfingin hafi svona verið svipt sakleysi sínu, daldi, í þessum Kárahnjúka máli, en vissulega má svo segja og svo náðust ákveðnar, það voru sett lög starfsmannalegur og svona hertar reglurnar að sumir leyti, sko, náttúrulega fyrir tilstilli verkalýðshreyfingarinnar, þannig að Þú ert svolítið svona pró-verkalýðshreyfingin. Já, mætti halda. Finnir þið alveg þessu Já. Herðu. Ég held að sé eitt af svona þessu góðu öflum í samfélaginu sem við getum ennþá haft trú á, sko. Að mestu leyti góð. Líkilatriði að til þess að búið til gott samfélag. Akkurat. Það stundu verið að tala að vera að sýna svona hvernig Íslendingar brutust frá örbrið til bjargálna, held ég sé orðað. Og þá hefur að vera að vísa í alls konar hluti, velvæðingu bátaflotans og stígvéli og eitthvað svona. En að langstæstu leyti þetta skipuleg verkalýðssporta. Ég var að leika mér að búið til svona grafum örbriði í heiminum og það er bara mynd af því þegar nýlendurnar verða frjálsar, þá fækkar henni fátæku. Þetta er langmesta lykilatriði framþróunar að fólk hafi eitthvað með að gera, í hvernig við hvaða kjör og aðstæður það býr og hefur möguleika á því að er ekki undir hælnum okkur. Þannig að við verkefnshreyfingin þá erum alltaf að þylja upp þarna áramótin, svona verkefnsréttin og svona. Mynd á Við eins þurfum og að taka ári. miklu meiri því að forseta þess að þetta byggja upp öflugt atvinnulíf er að það sé verkefnshreyfingin sé sterk og hafi mótandi áhrif á uppbyggingu atvinnulífsins. Þú veist að verkalýðshreyfingin eigi að monta sig meira. Já, og taka starri stig Já, ég er alveg sammála. Ekki að skilja eins og hinir hafi komið með stígvélin eða hinir hafi komið með, það er ekki þannig. Herðu, gaman að fá okkur að tala um fréttavikunar og samfélagið almennt og erum ekki bara að tala um vinsturök mannskepnunar, við erum múin að vera erfið mál. Epstein og nauðganir og bakkakot er það svart hjá okkur? Finnst ykkur við lifa erfiða tíma? Ég spurði þessi svolítið fyrir svona ári síðan hvort að fólk upplifði svona gagnvart framtíðinni. Já. Því mér fannst það allt í einu vera orðið svona, ég segi ekki ríkjandi, en algengara heldur en maður orðið var við áður. Að fólk horfir ekki fram á bjartan tíma endilega. Það er eiginlega orðið ríkjandi, sko. Eða mér líður þannig, eins og við flest hugsum þannig að börnin okkar muni einhvern veginn búa við síðri lífsgæði en við. Já, það er mjög niðurdrepandi. Horfum upp á þjóðarmorðið, bitni, allt svona. Maður bara sekkur í meira svartnætti, sko. Já, maður þarf allavega að vanda sig einhvern veginn við að missa ekki móðinn, sko. Og þessi óvissa. Það er alltaf breytast. Ég held eins og eiga því ég er úlingstelpu. Ég bara veit ekkert hvað ég að kenna henni eða hjálpa henni inn í framtíðina því ég bara hef mjög litla tilfinningu fyrir því í hvað hún er að fara. Nei, það breytist svo hratt. Sko. Annað en að halda í að trúa sínu eigin innsæi og alltaf góðu sambandi við það. Og láta ekki fokk í sér með einhverjum Cambridge Analytica eða einhverjir tæknirisar sem að vilja mata því á áróðri. Kannski lærðu mandarín. Einmitt, jú, það getur verið hvað. Það eru líklega að fara út úr Bandaríkjanna yfir í öld Kína. Já. Það var náttúrulega breytið svolítið hver lega okkar ef heimur breytist. Sér ef þessi tölvugreind og cyber security, ég held að það getur verið peningurinn í framtíðinni. Og hindi, er ekki Indland líka nefnt sem svona? Eða bara læra að vera pípari. Já, það var alltaf mér skilst að það verið alfari farið eftir 10 ár. Sjálfhreinsandi pípurstofu. Komi gervigreind sem að bara robotavæðing. Allra iðnaðarmanna sko, það eru en skárra samt að robotar taki það heldur en svona sköpunina. Mér finnst allavega betra þessi píparar heldur en sem er tónlist. Já, einmitt. Eða búið til bíómyndir eins og hvað, það er kannski næsta skref, ég veit það ekki. Það verður allavega gervigreindar afþreyingarefni alveg í stórum skömmtum. Undanfarnar vikur hefur komið svona kalt vatn milli skins og hörunds á forriturum.
allt innu uppgötta þeir þar sem voru svolítið kóngarnir að þeir eru bara þeir eru algjörlega úrreistir eða stór hluti af þeim. Ekki ennþá, en þeir nota gervigreindin allir en þú veist, þeir eru ekki ennþá orðnir úreltir en það, þú veist, ég meina þetta endanum ég getur við það að segja gervigreind til fattar ykkur að þú ert líklega óþörf. Fólk mun vinna við það að prompta í framtíðinni en þú veist, en síðan mun gervigreindin læra að prompta sjálfan sig. En mér skilst samt að það sé nefnilega fullt af mannlegum störfum þarna baki sem eru dálítið falin og illa launuð og fólk í mjög slæm starfskilyrði vinnu við að eitthvað svona greina myndir og það er ótrúlega mannafli sem að þarf þó mann er lífið eins og þetta sé. Þetta sé eitthvað lítið fólk sem býr það til og svo. Ekki alveg þannig. Svo litli kallar inn í tölvunni. Svo trúði ég að vera í sjónvarpinu. Nei, ég alveg eru sko að fólk er að vinna við hérna af því að gervigreindin einhvern veginn skilst mér getur ekki lesið myndir einhvern veginn alveg sjálf, þú veist, þannig að það þarf rosa léleg að lesa tilfinningar bara og svipbrigði. Eitthvað fleira, ég kann ekki alveg. Hún er frekar leiðileg. Já, hún samt getur verið svolítið svona fyndin á þess að vilja það sko. Ég er að horfa á hérna með 11 ára sinni mínum hérna The Good Place sem eru þættir og ég var ekki byrjað að nota ChatGPT því ég horfði á þetta sínu tíma en hann að Janet, þannig típan, hún minnir mér svo mikið á gervigreindina. Það er bara eins og að alltaf rosa vinaleg. Rosalega vinaleg, þóknast svo kurteis og tala við gervigreindina sko. Svo meðvirk. Það er mjög skrítið með hana hvað hún er sko kókraust alltaf. Ef þú spyrði hana að einhverju og hún veit ekki svarið, þá svarar hún alltaf eins og hún sé alveg með þetta. Já, eins og hún sé alveg með þetta sko. Þetta er bara mest til bestri við sér sko. Hún tekur upp alla ókosti mannskepnunar. Það er hægt að ræða þetta alveg endalaust fram og tilbaka en ég held að við séum að fara að horfa á mikla breytingar í framtíðinni og einmitt á þessu geopolítíska landslægi held ég vildi sjá mikla breytingar þar og við vitum ekkert hverja Ísland lendir í þessum öxli öllum sko og ég held að væri mjög gott fyrir okkur að þjappa okkur vel upp að Evrópu og ég hef nú sem verið Evrópusambandsinni í hérna langan tíma, ég veit að sumir eru það ekki sko og hérna talandi vexti og allt það sko að vera með þessa krónu í ballarhafinu. En ekki alveg sama hvað gerist því að Evrópusinnar, þá er þetta alltaf enn einn sönnunin og við höfum að gangi í Evrópusamband. Já, við talaðum það á þann hátt líka sko en ég meina ég er ekki það heitur Evrópusinni sko en þú veist ég er ekki á spjallþráðunum sko eitthvað að svitna sko en mér finnst þetta bara nokkuð augljóst að við okkar hérna svona alliance ætti að vera þar. Getum við ekki líka bara reynt að laga þess til heima hjá okkur áður en förum að þú veist einblíkna þetta og henda öllum vandamálum já við förum bara í Evrópusambandið og ekkert mál. Ég held að sé að við höfum að fara að hugsa betur upp öll. Byggja húsi við þá sem er í vandræðum við höfum að hækka laun, við höfum að sopa götunar ég held að við ættum bara að fara í svona grundvallaratriði í svona 2-3 ár. Það er mjög fínt að taka til heimi á sig skilur en síðan þurfum við að fara að pæla í leigusalunum líka þegar það er búið, þegar við erum búin að gera hérna gott housekeeping þá þurfum við að hugsa það ef að leigusalun er geðbilaðir í kellaranum að þá þurfum við kannski að skipta húsnæði. En hvað er leigusalun okkar verður alltaf í Trump? Já, það er sem ég segja. Það er líkingin. Já. Þannig að við þurfum að passa okkur, þú veist, hérna, hvar við erum, hvar við erum stödd og við þurfum að vera svolítið klók í. Ég fæ ykkur aftur eftir 2 ár, þá förum við yfir hvað hvernig þetta hefur farið. Saga borgar Pétur og Lína, sér það ekki fyrir aðstofuna og ég þakka Pétri Fjellstöð, takk upp og senda út. En ykkur þakka ég mest áhorfendur góður sem hafa verið að hlusta og horfa og breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að það eru þið sem hafa byggt upp dreifikerfi í samstöðuna bara með því að segja vinum og vandamönnum fá efni sem þið sjáuð hér og heyrið. Þá finnir fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum líka komin í útvarpið á Stórhöfuðborgarsvæðinu á 98,1 á FM. Það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilarann. Spilaran.is er á netinu, svo er spilaran líka app sem mann hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íþjóðlega útastöður hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar er númer 5 á fjarstýringunni. Við erum líka komin í kabelkerfin hérna suður með sjó og kannski ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma á sólarhring, 7 daga í vikuna
allan þess að samfélagsumræðu þetta rauðaborð og í öðru þáttum samstöðunar. Það sem að knýr samstöðun áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það gefur okkur afl til þess að halda samstöðunni úti. Eða þú tilheyrir samstöðu sem mikilvægi í íslensku samfélagi, þá hvet ég til þess að gerast áskrifandi. Þú gerir það með því að fara inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2.750 krónur. Það mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi geta látið áskriftinni renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er gott í bili núna framöndan helgin hérna í fyrramálið, þá kemur hún til mín, hún Arna Magnea Dangs og verður í helgispjalli. Svo hádegi á sunnudaginn að þá verður þjóðmannaþátturinn Synir Egils með góðum gestum og kröftur í samfélagsumræðu, en við látum þetta gott heita í bili og ég sé bara góða helgi.